Ég býð ykkur velkomin til 694. fundar bæjarstjórnar og segi fund settan. Það eru 11 mál á dagskrá og þar af 3 fundagerðir til kynningar. En við göngum til dagskrár og fyrsta mál er fundagerð 1300. og 3. fundar bæjarráðs sem haldið var 21. apríl. Bryndís, gjör svo vel. Já, forseti, mig langar að kveða mér hljóðs hér til að vekja athygli á máli númer 5 í þessari fundagerð sem ber heitið Okkar Mosó. Það sem var lögð fram niðurstaða íbúakosningarinnar í Okkar Mosó og starfsmönnum í rauninni falið að kynna þetta og vinna áfram með þetta mál. Ég fagna þessu mjög, mér þykir þetta verkefni okkar hafa tekist einstaklega vel. Og ég get ekki betur heyrt af þeim íbúum sem ég hef heyrt í vegna þessa máls að þeir fagni því líka. Auðvitað ekkert alltaf allir sáttir við niðurstöðuna, fólk hefði helst viljað sínar hugmyndir og það sem það kaus sjálft hefði komið staðinn, það er svona virka lýðræði víst. Við náðum þarna 14% kosningaþátttöku og ég hef aðeins heyrt úti í samfélaginu að fólk finnist þetta nú býsna lítið. En þá vil ég á það minna að þetta er nú töluvert hærra en það sem hefur verið í sambærilegum kosningum í Reykjavík og Kópavogi og við gengum nú ekki, þótt að við höfum sett markið hátt, að þá áttum við kannski ekki endilega von á þessari kosningaþátttöku. Þannig ég held að þetta hafi bara lukkast mjög vel og hlakka til að sjá þessar hugmyndir verða að veruleika. Bjarki, gjör svo vel. Ekki sama mál, Sigrún, sama mál. Já, ágæti forseti, mig langar bara að fagna því að þetta verkefni skuli vera komið á þetta stiga og það sé búið að efna til íbúakosningar í Mosfellsbæ. Þessi þáttaka sýnir náttúrulega að Mosfellingar eru mjög áhugasamir bæjarfélagið sitt og það náttúrulega bara vakna spurningar það hvort að ekki sé ástæða til að nýta þennan mannauð betur og passa upp á framvegis að hafa þá með í ráðum þegar að stórar ákvarðanir eru teknar í sveitarfélaginu. Anna Sigríður, gjör svo vel. Já, forseti, ég kemur upp undir sama máli og tek undir fagnaðarlæti þegar sem ég hef komið punkt á undan mér yfir þessu verkefni sem að á rætur og rekja til tillögu sem við fluttum þegar dálítið síðan og var mjög vel tekið og hér hefur bæjarstjórn unnið sem einn maður að framgangi þessa máls og þetta tókst mjög vel. Auðvitað hefði maður viljað sjá kannski meira í 14% en vitandi hvernig þetta er annars staðar þá er þetta bara mjög góð byrjun. Það sem ég langar kannski til þess að sérstaklega vekja athygli á varðandi þetta mál er að auðvitað náðu ekki allar hugmyndir kosningu. Það eru margar góðar hugmyndir sem hafa komið fram sem náðu ekki kosningu en það var samþykkt að þær fari inn í viðkomandi nefndir til frekari úrvinnslu. Þannig að þó að það að hugmynd hafi ekki náð í gegn núna þýðir ekki að hún sé týnd og tröllum gefin í bæjarkerfinu sem ég held að sé mjög, mjög gott og svo stefnum við náttúrulega á að gera þetta aftur, við þurfum bara að finna aðeins betur út hvernig hvaða frestur er bestur í hvaða tímalengd er gott að hafa á milli svona kosninga en ég vil bara þakka þeim starfsmönnum bæjarins sem koma að þessu sérstaklega vel fyrir þeirra verk. Fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs þetta mál, þannig að ég lít svo á umræðum það sé lokið og Bjarki, gjör svo vel. Forseti og ágæti bæjarfulltrúar, ég ætla að ræða aðeins mál númer 9 þá ætla ég aðeins að fá að forseti má aðeins tjá mig 5. mál. Gjör svo vel. Það er bara fagnaðurinn hvað þetta tókst vel til. Ágætt þátttaka fannst mér sem er þetta skipta. Mikið gott kynningastarf og það sýnir sig að bæjarfulltrúar andl umhverfið sitt. Þannig að það verður tekið til hendinni á ýmsum sviðum hér í sumar. Og síðan það verður framhald en eins og kom hérna fram áðan
kannski ekki alveg víst hvenær verður farið aftur á stað til 2 ár eða kannski næsta ári, það verður rætt seinna. En ég ætlaði semst að fá að ræða forseti 9. mál sem heitir Þingvallavegur Mosfellsdal. Það hefur verið hér á dagskrá áður og einhverjum í skipulagsnefnd þetta mál eða erindi snýst það að það kom hér bréf frá íbúðarsamtökum Mosfellsdal sem heita Víghóll og snýst veg á öðrum slóðum yfir Mosfellsheiði. Það var tekið formlega fyrir þegar ég hefði haft funda hérna með bæjarstjóra og eins og sést hér í fundargerð með leyfi forseta þá ætla ég bara að fá að lesa það. Það var þannig að bæjarráð tók undir erindi Víghóls og felur bæjarstjóra að rita bréf til samgönguyfirvalda vegna uppbyggingar á fleiri akstursleiðum frá höfuðborgarsvæðinu til Þingvalla. Þetta er sem sagt að vera að skoða hugsanlega nýtt vegarstæði, annað vegarstæði kannski betra að segja, yfir Mosfellsheiðina en þetta mál sem er stórt og mikið snýst nú ekki annarkvort eða, heldur bæði og. Það er vinna eins og við vitum nú öll núverandi Þingvallaveg gegnum Mosfellsdal. Hún er yfirstandandi og er núna á borði í skipulagsnefndar, vegabætur í dalnum. Og það verkefni heldur að sjálfsögðu áfram. Þessu vildi ég koma á framfæri. Bryndís Kjörsvel. Já, forseti, mér langaði bara að taka undir með bæjarfulltrúa Bjarka varðandi mikilvægi þess verkefni sem er í gangi núna. Þetta verkefni lítur að deiliskipulagi á Þingvallavegi og auka umferðaröryggi þar er býsna mikilvægt og hefur legið á langan tíma og ég held að sé mikilvægt að okkur í skipulagsnefnd auðnist að klára það verkefni sem fyrst og tryggja fjármuni í þær vegaframkvæmdir sem þarf að fara í kjölfarið sem eru hringtorg, undirgöng og svo aftur á móti göngu og hjólreiðastígar meðfram veginum. Mér þykir aftur á móti þessi hugmynd frá íbúunum allara athygli verð og ég held að sé full ástæða til þess eins og við gerðum hér að fela bæjarstjóra að rita þetta bréf og ræða þetta við samgönguyfirvöld og ég held að svona til lengri tíma litið þá getur verið mjög ákjósanlegt að fara einhverja slíka leið en á næstu misserum er ólíklegt að af þessu getur orðið og því mjög mikilvægt að fara í þessar umferðaröryggis umbætur sem nauðsynlegt er á Þingvallaveginu. Fleiri sem að vilja tjá sig fundargerð bæjarráðs frá 21. apríl. Ef ekki, þá er umræðan lokið. Þeir sem að samþykja fundargerðina gjörðu svo ekki að merki. Takk fyrir, hún er samþykkt með 9 atkvæði. Þá tökum við fyrir fundargerð 1304. fundar bæjarráðs frá 27. apríl. Sigrún gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti, svolítið lítið þetta púl, mætti ekki stakka púlti. Máttu nota borðið hérna Allavega sem sagt, ég kem hér fram undir máli númer 1, erindi Sigrúnar Pálsdóttur, sjúkrahús að Sólvöllum. Það er þannig mál með vexti að íbúðarhreyfingin óskaði eftir því að taka þetta mál á dagskrá. Sem sagt málefni einkasjúkrahús og hótels í Mosfellsbæ og það var gert. Tilefni var upphaflega ákvörðun Óttars Proppé heilbrigðisráðherra þess efnis að leyfa ekki flóknar aðgerðir á einkareknum sjúkrastofnunum. En það er einmitt það sem til stendur að gera á einkasjúkrahúsi fyrir erlenda auðkýfinga í Mosfellsbæ. Ráðherrann og landlæknir ásamt háskólaprófessorum og öðru heilbrigðisstarfsfólki hefur bent á að setja þurfi nýja ríkisspítala í forgang og að uppbygging einkasjúkrahúsa sé að ýmsum ástæðum
líklega til að stofna þeim áætlunum í tvísýnu. Og það hefur bara verið mjög mikil umræða það í samfélaginu og ég held að ég þurfi ekkert að skýra það nánar hér. Það eru vantilega allir með á nótunum hvað það varðar. En allavega, það ekki samstaða, auk þess sem að þjóðin hefur líka bara tekið þátt í skoðanakönnun félagsvísindastofnunar og niðurstaða þeirra könnuna var að 81% þjóðarinnar vilja ekki einkasjúkrahúsrekstur á Íslandi. Það má alveg segja að þetta verkefni sé svolítið öðruvísi af því að nú eiga hvorki læknarnir né sjúklingarnir að vera íslenskir. En eins og bent var á í þessari umræðu sem hófst í kjölfar þess að bæjarráð tók þessa ákvörðun að úthluta lóð undir þetta sjúkrahús, þá má ætla að það sé voðalega lítill áhugi á slíkri byggingu hérna, á slíku verkefni hér á Íslandi. Þegar fulltrúar DHS-list í bæjarráði Mosfellsbæjar úthlutuðu þessari lóð sem nú hvorki minna en 12 hektara undir einkasjúkrahúsi, þá verður nú að segjast eins og að samfélagið það fór á annan endan, þáverandi heilbrigðisráðherra, hann hafði ekki hugmynd þetta. Samt höfðu þessir menn funda með honum og að því tilefni látið taka mynd af sér með ráðherranum sem í dag skrýðir heimasíðuna sem að þetta félag heldur úti á netinu. Og það svona, þetta virkar svona svolítið eins og að þeir séu að gera sig trúverðuga. Það ekki bara Kristján Júlíusson sem á þessari mynd, Brugata Healthcare í Mosfellsbæ, heldur líka Eygló Harðardóttir. En hvorugt þeirra vissi þessar fyrirætlanir það að stofna til þessa sjúkrahús. Þannig að þetta varð strax mjög ótrúverðugt allt saman. Og sérstaklega náttúrulega að ekki skyldi vera haft samráð við þáverandi heilbrigðisráðherra vegna þess að samkvæmt lögum tekur ráðherrann einfaldlega ákvarðanir sérhæfða sjúkrahúsþjónustu á Íslandi. Samanber 7. grein laga heilbrigðisþjónustu. Svo var ekki nóg með það að hann kæmi að fjöllum, Kristján Júlíusson, sem þá var heilbrigðisráðherra, heldur landlæknir líka. Og viðbrögð fólks sem unnið hafa því að koma nýju þjóðarsjúkrahúsi í gagnið, voru vægast sagt mjög neikvæð. Við þessi viðbrögð bættu svo skelfilegar upplýsingar sem fjölmiðlar öfluðu bakgrunn og fjárhagslega burði, bæði þeirra innlendu og þeirra erlendu aðila sem bæjarráð hafði ákveðið að úthluta lóðinni til. Og ég segi aftur, samfélagið fór á annan endan, fólk óttaðist að nú stæði til á Íslandi að einkavæða heilbrigðiskerfið og það varð mjög lífleg umræða þetta. Enga síður, þrátt fyrir þessar upplýsingar í rauninni bakgrunnsleysi þeirra sem að fengu lóðunum úthluta, samþykktu fulltrúar DS og VAF-lista í bæjarstjórn að nokkrum vikum síðar, í ágúst 2016, að samþykkja afgreiðslu bæjarráðs.
Þeir létu bara, þessi bæjarfulltrúar, allra þessara lista, DS og V, létu bara eins og ekkert væri og höfnuðu alfarið að horfast í augu við þá staðreynd að samningurinn væri algjör áfellisdómur yfir vinnubrögðum þeirra og afleiðingar hans fyrir íslenskt heilbrigðiskerfi í meira lagi skaðlegar. Afgreiðsla bæjarráðs frá því í síðustu viku sýnir að þau sitja enn við sama keip og engu líkara en að fólk telji bara að það sé að þaga málið í hel eða bara þegja svo lengi yfir því að það bara hverfi af yfirborði jarðar, hægt og hljóðlega. Það virðast vera sára litlar forsendur fyrir því að af þessu verði bæjarstjóri hann viðurkenni það að hann telji að það sé ótrúlegt eða það sé ólíklegt að af þessu verði og hann sagði það líka í fjölmiðlum í síðustu viku. En enga síður ekkert gert í því að bara koma þessu á hreint. Hér labba menn inn á bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar, fá sem sagt úthluta lóð upp á hvorki minna en 120.000 fermetra án þess að sýna á nokkurn hátt fram á að þeir hafi fjárhagslega burði til þess að ganga í þetta verkefni. Og það farið á skjön við úthlutunarreglu sveitarfélagsins og þessi samningur gerður með einhverju eftir á ákvæði en það stendur skýrt í úthlutunarreglum að umsækjandi hann eigi að skila þeim gögnum sem nauðsynleg eru til að sýna fram á að hann hafi yfirleitt burði til þess að gangi í svona verkefni. Og málið með þetta náttúrulega að hann sem sagt að þeir hafa þá ekki og úthlutunarreglurnar voru brotnar. Það sem ég að reyna að segja hérna einfaldlega það að málið það hangir enn í lausu lofti. Fólk hefur ekki fengið nein skýr svör við því hvort að af þessu verði, hvort að þetta fólk sé yfir höfuð traustsins vert og hvernig á því stendur að fólk geti bara einfaldlega labbað inn á bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar og tekið lóðir upp á 120.000 fermetra á mesta uppgangstíma í íslensku samfélagi í pant í tæplega 2 ár. Það virðist einfaldlega þannig búið þessa samninga að Mosfellsbær þrátt fyrir að sýnt hafi verið fram á ótrúverðuleika þess að þetta verkefni gangi eftir berast hérðan engin svör og við þetta getur íbúahreyfingin ekki sætt sig. Við viljum bara fá skýr svör við því hvort að það sé hvort að af þessu verkefni verður eða ekki, hvort verið að vinna því og undirbúa það. Bæjarstjóri sagði á síðasta fundi að Middeldorf
Stork hefði haft samband við hann fyrir 3 mánuði síðan og hann sagt til bæjarstjóra að hann væri að vinna að þessu verkefni. Samt hefur bæjarstjóri litla trú á því að þessu verði. Síðan það hjartalæknirinn sem ætlaði að reka sjúkrahúsið, Petro Brugata. Hann, hjartalæknirinn, hann sagði í fjölmiðlum á meðan á þessari orrahríð stóð að hann myndi aldrei takast á við neitt verkefni af þessu tagi nema að læknastéttin væri því velviljug og væntanlega líka stjórnvöld á Íslandi vegna þess að það var ekki, þetta mál snerist ekki bara það að íslenska læknastéttin ætti að vera velviljug, heldur gerði verkefni hreinlega ráð fyrir því að þeir fengju skattaívilnanir frá íslenska ríkinu til þess að koma þessu sjúkrahúsi á koppinn. Þannig að ef það eitthvað að marka yfirlýsingar læknisins, þá hann orðinn afhuga þessu verkefni vegna þess að íslenska læknastéttin, hún brást alveg ákaflega illa við þessum fréttum. Nú hafa heilbrigðisráðherra og þáverandi heilbrigðisráðherra og landlæknir, þeir hafa allir lýst yfir því að svona verkefni séu ekki tímabær á Íslandi. Þetta geti skaðað uppbyggingu ríkisspítalans og svo framvegis. Þannig þannig að það virðist ekki vera neitt grunnur fyrir þessu. Neitt grundvöllur fyrir þessu. Málið hangir enn í lausu lofti og hefur gert alla götu síðan að ljóst var að hollenska félagið Burbanks Holding BV, sem hlutafélag, sem á 98% hlut í MCPB EHF, sem íslenska félagið, skúffufyrirtæki í útjaðri Eindhoven í Hollandi sem aldrei hefur skilað ársreikningi. Samkvæmt skráningu hjá firmaskrá Hollands var stofnfé þess 1 evra. 1 evra var stofnfé þessa fyrirtæki sem ætlar að reisa hér spítala upp á 50 milljarða. Og þar engin starfsmaður samkvæmt upplýsingum í firmaskrá í Hollandi. Og þess vegna segi ég, það bara augljóst mál að félagið hefur augljóslega hvorki fjárhagslega burði til að afla fjár né reisa sjúkrahús að upphæð 50 milljarðar. Íslensku samstarfsmennirnir hafa líka yfirgefið skútuna og ólíklegt að hjartalæknirinn, eins og ég sagði áðan, Petro Brugata, vilji reka sjúkrahúsi í óþekk íslenskra lækna og heilbrigðisyfirvalda. Þannig að málið bara, það kemur fólki þannig fyrir sjónir eins og það sé einn allsherja blekkingavefur, líka blekkingavefur allra þessara félaga sem átt að vera á bakvið þetta og sem síðan kemur í ljós að það er bara einn maður sem stendur á bakvið öll þessi félög. Bæjarstjórn Mosfellsbæjar og bæjarráð að taka þátt í svona og situr bara og þegir, gerir ekkert. Gengur ekkert í það mál að gera grein fyrir þessu. Það var bara að þegja þetta af sér og þreyja þorrann og góuna í stað þess að bara gefa fólki skýr svör við því hvar þetta verkefni er statt, hvort af því verður
og hvernig á því standi að bæjarráð Mosfellsbæjar skuli hafa gert þennan lóðalegu samning við fólk sem ekki hefur meiri burði heldur en þessir menn til þess að reisa 50 milljarða sjúkrahús hér í Mosfellsbæ. Íbúahreyfingin, hún telur að þetta frumhlaup DS og vaflista í bæjarráði og bæjarstjórn hafi skaðað orðspor Mosfellsbæjar og veikt tiltrú íbúa á yfirstjórn sveitarfélagsins. Þegar kjörnir fulltrúar bregðast með svona hrapalegum hætti skaðaði líka lýðræðið, fólk missi trúna á stjórnmálamenn þegar að verk eru unnin með þessum hætti. Íbúahreyfingin vill náttúrulega leysa þennan vanda í framtíðinni með því að ráða framvegis bæjarstjóra á faglegum forsendum. Það greinilegt að bæjarstjórn Mosfellsbæjar, hún þarf faglega handleiðslu. Maður gerir ekki svona öðruvísi en að það sé eitthvað sem maður þarf að endurskoða gagnvart sínum stjórnarháttum. Og það bara einfaldlega krafa íbúahreyfingarinnar að þessu máli verði bara að koma á hreint. Af því að það virðast allir vegir liggja í þá átt að hér sé blekkingaleik að ræða, hér sé engin áhugi fyrir því í þessu landi að flytja inn svona starfsemi. Ekki nema hjá einstaka spútnikum sem vilja verða ríkir og fá til þess lánaðar lóðir hjá sveitarfélögum sem væntanlega ekki hafa nógu sterkan grunn til þess að sjá við svona. Það sem olli mér mestri undrun var að Samfylkingin skyldi samþykkja þetta. Og það sem vakti mestu undrun mína við það var það að Samfylkingin, hún samþykkti þetta á þeirri forsendu að hún væri að framfylgja lögum. Hún væri bara að fara eftir því að gegna hlutverki sínu samkvæmt lögum, sagði Ólafur Óskarsson, og að það væri nú einu sinni þannig að gert væri ráð fyrir svona einkasjúkrahúsi á þessu svæði, gert væri ráð fyrir svona í aðalskipulagi. Og það átti að nægja honum til þess að samþykkja þetta. Það verkefni að setja þetta inn í aðalskipulag, það var bara hálfklárað. Þetta var sett inn á aðalskipulag á nokkurar umræðu í samfélaginu umhverfisáhrif, því var sleppt að fjalla þetta í umhverfisskýrslu og svo framvegis. Og hugsið ykkur bara hvaða umhverfisáhrif svona starfsemi hefur. Þarna eiga að vera 1000 starfsmenn. Stór hluti af þessum starfsmennum eru erlendir starfsmenn sem væntanlega flytja hingað í sveitarfélagi með fjölskyldur sínar og börn. Það þarf að gera ráð fyrir þessu í aðalskipulaginu að þeirri fólksfjölgun sem verður vegna svona starfsemi. Það umfangsmikil vegagerð sem að þarf að leggjast í. Það á að vera þarna þyrlupallur sem vísbendingu það að það verður þyrluumferð á öllum tíma sólarhrings þarna inn í miðjum á milli fellana þar sem að hávaðinn glymur og svo framvegis. Það er ekkert í aðalskipulaginu sem bendir til þess að nokkur forvinna hafi átt sér stað varðandi þetta verkefni, og ég veit að hún var ekki unnin vegna þess að vinkona mín sem þá var í skipulagsnefnd, hún bar upp þetta erindi á skipulagsfundi að þetta tekið til greina í umhverfisskýrslu
en því var ekki sinnt. Og svo framvegis. Þannig að sko lausu þræðirnir í þessu verkefni eru endalausir og alveg stórmerkilegt að jafnaðarmannaflokkurinn skuli vilja aftengja þessa lóða íhlutun frá því háleita markmiði jafnaðarmanna á Íslandi að það eigi að vera jöfnuður meðal fólks og að sem sagt heilbrigðiskerfið eigi að þjóna landsmönnum með þeim hætti. Ég ætla ekki að minnast á Vinstri græna vegna þess að Vinstri grænir, ég bara álít að Vinstri grænir hafi hreinlega ekki fulltrúa í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. En sem sagt skýr svör, það er okkar krafa. Bryndís, þú varst búin að biðja orðið, gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti. Ég veit eiginlega ekki hvar ég á að byrja að taka niður í ræðu minni í þeim orðum sem fjallu hér hjá bæjarfulltrúanum sem talaði á undan mér, sem að vildi meina það að hér hefði bara samfélagi hreinlega farið á hliðina í sumar. Við höfum þá verið býsna fljótar rétt úr kútnum að það var raunin, en góðu fréttirnar eru nú það að samfélagi fór bara alls ekkert á hliðina. Og við í sveitarfélaginu Mosfellsbæ erum bara í góðum málum nú sem þá. Ég held nefnilega að bæjarfulltrúinn geti bara andarólega og hætt að hafa þessa gríðarlegu áhyggjur, því að við hin 8 bæjarfulltrúarnir af 9 tryggðum hagsmuni bæjarins í einu og öllu í þessu máli sem hér ræðir. Og í ljósi þess að bæjarfulltrúinn fór nú hér stóran yfir þetta og vildi tengja þetta þeirri hápólitískri umræðu sem á sér stað í samfélaginu í dag einkarekstur í heilbrigðiskerfinu, þá held ég að sé nú nauðsynlegt að minna á það að lóðarúthlutun bæjarins hefur bara ekkert með þá umræðu að gera. Ekki neitt. Það er bara svoleiðis. Sú umræða sem hefur átt sér stað í dag í samfélaginu gengur út á það hvort að Sjúkratryggingar Íslands eigi að greiða niður heilbrigðisþjónustu hjá einkafyrirtækjum eða ekki. Og það er það sem að heilbrigðisráðherra hefur verið að tjá sig um. En eins og bæjarfulltrúinn kom inn á að þá er þetta erlent fjármagn, erlend fjárfesting sem hér stóð til að fara í Mosfellsbæ sem átti að þjónusta erlenda sjúklinga. Sem það kemur sjúkratryggingum og skattgreiðendum á Íslandi í rauninni ekkert við hvað það varðar. Þar að leiðandi á þessi ágæta grein sem að bæjarfulltrúinn vísaði í lögum heilbrigðismál ekki við því að þar er í öllum tilfellum vísað í sjúkratryggingar og það var einmitt svona nálgun sem að við nálgunst verkefni og sóttum okkur lögfræðilega ráðgjöf hvað það varða á sínum tíma. Þannig að stóra máli eins og við erum svo sem búin að fara yfir alloft í þessari umræðu er að ákvörðun bæjarráðs og bæjarstjórnar snerist skipulagsmál og lóðaúthlutun. Og eins og kom fram hér áðan að þá er þessi ágæta lóð skilgreind í aðalskipulagi og það er ekkert hálfklára. Aðalskipulagi okkar er samþykkt af bæjarstjórn og með öllum atkvæðum og fari í gegnum allt í lögformulega ferli sem slík skipulag gera og þessi lóð er ætluð í slíka starfsemi því hér höfðu áður verið uppi sambærilegar hugmyndir. Þar að leiðandi er ekkert óeðlilegt við það að bæjarráð endur úthluti þessari lóð þegar aðrir aðilar komast og hyggjast fara í sambærilega uppbyggingu á viðkomandi lóð. Mig langar að grípa hér niður í bókun eða fréttatilkynningu, ég man nú ekki alveg í hvað formi þetta fór, með leyfi forseta ef ég les hér örstutt. Svo vel. Fulltrúar DV og S-lista í bæjarstjórn Mosfellsbæjar telja að eðlilega hafi verið staðið að endurúthlutun lóða í landi Sólvalla til MCPB. Það hafi verið gert í samræmi við lög og reglur og í takt við yfirlýsta stefnu Mosfellsbæjar sem fram kemur í aðalskipulagi bæjarins og samþykkt var á síðasta kjörtímabili af öllum flokkum sem fulltrúa eiga í bæjarstjórn. Fyrirvari var af hálfu Mosfellsbæjar framlagningu upplýsinga fjárfesta, viðskiptaáætlun, staðfestingu á fjármögnun og greiðslu gatnagerðargjalda. Ef þessum skilyrðum verður ekki fullnægt mun Mosfellsbær rifta samningnum. Jafnframt með öllu óheimilt að veðsetja lóðirnar nema að fyrir liggi samþykki Mosfellsbæjar.
Fjárhagslegur ávinningur Mosfellsbæjar yrði mikill ef af umræddum framkvæmdum verður. Við erum þess fullviss að samningurinn lóðaúthlutunina tryggi hagsmuni Mosfellsbæjar hvernig sem málinu lyktar. Og undir þetta rituðu á sínu tíma 8 af 9 bæjarfulltrúum Mosfellsbæjar, það er Haraldur Sverrisson, svo sem hér stendur, Bryndís Haraldsdóttir, Hafsteinn Pálsson, Kolbrún G. Þorsteinsdóttir, Theodór Kristjánsson, Bjarki Bjarnason, Anna Sigríður Guðnadóttir og Ólafur Ingi Óskarsson. Ég held í rauninni að þessar línur svari öllu því sem svara þarf þetta ágæta mál og það var í rauninni svarað bara í sumar þegar við ræddum þetta. Nokkuð marg ítrekað, minni mig. En ég verð þó aðeins að tæpa á því þegar bæjarfulltrúinn fer hér að ræða umhverfisáhrif af slíkri framkvæmd og mér leið nú eins og hún væri að tala einhverja mengandi stóriðjum en svo kom ég ljós að þarna væri við nú reyndar að tala rekstur og stofnun sem kallaði á hámenntað starfsfólk og líklega af erlendu bergi brotið og ég verð nú að segja það að ef að atvinnustefna og uppbygging okkar í Mosfellsbæ gengur út af það að lokka til okkar fyrirtæki sem að hafa hámenntaða starfsmenn og eru vel launaðir, þá held ég að það sé nú bara vel að verki í staði. Og einhver hræðsluóraður þyrlu umferð allan sólarhring er algjörlega úr lausu lofti gripið og á engan stað í raunveruleikanum. Og ég verð að segja það að mér þykir þessi uppákoma hér nú og draga þetta mál fram nú aftur með þessum hætti einkennast mjög að skorti á því að tala einhver alvöru mál sem eru í gangi í sveitarfélaginu okkar í dag. Það er alveg ljóst að ef að þessi gögn sem óskað er eftir og skilyrði fyrir því að þessari uppbyggingu verður, ef að þau skila sér ekki, þá verður ekkert að þessu. Þá er lóðin þarna ennþá í eigu Mosfellsbæjar og við getum úthlutað henni til annarra aðila, breytt skipulagið ef að svo ber undir fyrir einhvers annars konar starfsemi, þannig að skaði fyrir sveitarfélagið Mosfellsbæjar er ekki neitt. En ef að framkvæmdin yrði, þá gæti hagnaðurinn verið mikill. Takk fyrir mig. Ólafur Ingi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Það er eiginlega tvennt sem að fyrir gegnum hugan, annars vegar það að mér finnst óþarf að vera að eyða tíma í þennan mikla vaðal sem var hér áðan. Það sem var nánast talað í hringi, ekkert sagt nýtt, allt endurtekið efni. En af hverju spratt þetta mál? Það spratt út af fyrirspurn frá fulltrúa íbúðarhreyfingarinnar sem hljóðaði sem svo hvaða lagalegu áhrif á ákvörðun, ákvörðun heilbrigðisráðherra hefur á samninga úthlutun og byggingu einkarekið sjúkrahúss í Mosfellsbæ. Því var svarað á þessu bæjarfundi mjög stutt, engin, ekki nein. Þetta var stutt og skýrt svar, hún kallaði þetta stutt og skýru svari. Þetta var stutta og skýra svari. Það er ekkert, hefur engin áhrif. Það var endurtekið og það var stutt hér áðan. Síðan má deila það hvort að heilbrigðisráðherra hafi tekið ákvörðun. Ég er eiginlega á því að hann hafi ekki tekið neina ákvörðun. Þannig að það er kannski enn annað máli. Ef hann hefur tekið ákvörðun, tók hann ákvörðun með allt annað en þetta. Já, nákvæmlega. En síðan er það bara enn og aftur, svo ég ítrykki það, að því að það er vitnað í það að við vísum í lög. Þá er það, og ég tel það bara að vera þannig, það er bara skylda okkar sem sveitarstjórnarfólks. Það er ekki okkar hlutverk að móta Íslands heilbrigðiskerfi, ekki hér í Mosfellsbæ. Og allra síst í gegnum einstakar lóðaúthlutanir. Það er bara alveg galið. Það er fullt af reglum bæði heilbrigðisstofnun og annað slíkt, við setjum ekki þær reglur. Lóð sem þarna var úthlutað er á aðalskipulagi ætluð fyrir þessa starfsemi. Þetta aðalskipulagi, eins og hér hefur verið ítrekað og margkomið fram, kom líka fram þegar við tölum þetta síðast. Aðalskipulagi var samþykkt af fulltrúum íbúðarhreyfingarinnar á þeim tíma. Hvort sem það er síðan sagt eftir á að einhverjir fulltrúar í einhverjum nefndum hafi haft einhver aðra skoðun eða fannst vant eitthvað upp á. Aðalatriði er það að þetta var samþykkt með öllum atkvæðum í bæjarstjórn á sínum tíma og líka íbúðarhreyfingarinnar. Eins og ég segi, mér finnst þetta að vera tómt tímasóun. Ég ætla ekki að lengja þessu umræðu,
og ég ætla bara að vona það að hér fari nú fólk ekki að karpa myndskreitingar og skýrslum einaferðina eða heimasíðum. Þannig að ég vil bara skora hér á okkur, bíðum og sjáum til 1. desember, ef að samningur verður ekki endur þá bara mál búið. Ef ekki bara bíða. Takk. Bjarki, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, við erum að ræða þetta mál nr. 1 hérna í þessari ágætu fundargerð og bæjarfulltrúar og íbúar sem Pósthóttir fór hér mikinn áðan og ýmis svona skeytasendingar. Vildi fá skýr svör og það er kannski eftir að rifja það. Málið er náttúrulega komið gegnum bæjarráð og bæjarstjóri bara upplýsti allt sem var hægt málið að segja. Það var reyndur hér 1. desember áðan og síðast ræðum að tala að við bíðum og sjáum hvað gerist þá. Og hann er nú ekki upprunnin ennþá og það er nú ekki 2 ár eins og hér var sagt áðan sem það við frá nær 1,5 ári sem þetta líður. Þetta var síðastlið sumar sem þetta gekk nú allt fyrir. Fyrir ekki að ég orðið forseti. Eitthvað á þá leið sagði fulltrúinn að maður leysa þennan vanda eitthvað svoleiðis hér. Besta tækifæri ágæti bæjarfulltrúar íbúahreyfingarinnar að leysa málið eða ræða málið er að taka þátt í ákvörðunni og mæta á löglega boðaðan fund á hefðbundnum tíma þegar þessi ákvörðun var tekið síðastliðið sumar. Málið fór ekki í framhaldinu fyrir bæjarstjórn eins og mátti skilja á fulltrúa náðan. Ég finnst þetta að vera enn málið sem að bæjarfulltrúar íbúahreyfingarinnar svona þyrlar upp aðalega til þess að beina athygli að sjálfum sér með bókunum og ræðuhöldum. Gerist mjög oft þannig að fyrir varir er komin klukkutími og góð spurning sem við þurfum kannski að huga í hvað fór svo klukkutími. Ég veit ekki hvort þessi umræða endar í 1 klukkutíma en það er orðið dálítið munstur hér fund eftir fund í bæjarstjórn. Eitt mál sem er stokkið á með alls konar flögg á lofti, lýðræðisást og annað því en líkt. Ég vil samt skjóta því að umræðan er í samfélaginu ekki þetta sjúkrahús, heldur almennt einkarekstur í heilbrigðiskerfinu og hún er þörf og ég vil bæta því við að ég hef miklar efasemdir að hún og raun og veru bara algjör efasemdir að hún eigi að vera hér til frambúðar á Íslandi. Þetta mál er hérna, já, við getum sagt í þessu farvegi, við fáum ekki svör, við fáum svör eða fáum mynd af málinu í seinasta lagi 1. desember. Heimurinn er ekki að hrynja, hvorki í Mosfellsbæ né annars staðar, það er ekki ásókn í þessa lóð og við bara bíðum rólega. Bæjarstjóri sagði þetta allt hér á bæjarasundinu sem við erum að ræða núna. Og lokum forseti ætla ég að fullvissa bæjarfulltrúa íbúahreyfingarinnar að Vinstri græn eiga fulltrúa í bæjarstjórn Mosfellsbæjar og hann situr við hliðina á bæjarfulltrúa íbúahreyfingarinnar. Ég velti hins vegar fyrir mig hvort að íbúar Mosfellsbæjar eigi fulltrúa í íbúahreyfingunni. Minnsta kosti sem þið geta verið stoltir af. Ég dreg það mjög í efa með slíkum skringileg heitum sem að fulltrúum býður hér upp á fund eftir fund sem að er náttúrulega bara ekki boðleg í mannlegum samskiptum. Orðið laust, Sigrún Gjörsvel. Já, ágæti forseti, hér var víða komið við og ekkert nýtt sem hér kom fram heldur. Það eru tekið efni og mér langar bara aðeins að koma með nokkrar athugasemdir. Það er
það er jafnlað á því hér fram og tilbaka að fulltrúi íbúðarhreyfingarinnar á síðasta kjörtímabili hafi ekki mótmælt þessum fyrirætlunum og hafi samþykkt þetta og svona. Og mig langar að lesa hérna bókun sem hann gerði 19. janúar 2011. Þá var mál á dagskrá einkasjúkrahúss og hótel Primacare í Mosfellsbæ. Bókunin hljóðaði svo: Íbúðarhreyfingin vill vekja athygli bæjarbúa á áhættu bæjarins af lóðarlegu samningi við Primacare. Í samningi á milli Mosfellsbæjar og Primacare er gert ráð fyrir að Primacare eignist lóðina gegn forgangshlutafé þegar fjármögnun verkefnisins hefur átt sér stað. Þá getur Primacare veðsett lóðina en við það skapast hætta á að bærinn tapi henni komi til þess að reksturinn gangi ekki eða jafnvel hefjist ekki. Lóðin er í samningnum metin á 350 milljónir. Ljóst er að áætluð starfsemi Primacare í Mosfellsbæ er skref í átt til tvískiptingar í rekstri heilbrigðiskerfisins. Reynslan í öðrum löndum sýnir að slík tvískipting hefur komið niður, þetta er alveg að verða búið Hafsteinn, komið niður á heilbrigðisþjónustu til almennings, sérstaklega til hinna verðsettu og leitt til ójöfnuðar og verri þjónustu við almenning. Primacare er ekki á dagskrá á þessum fundi. Þetta mál er ekki á dagskrá. Það var verið að tala Primacare áðan, þó það var ekki nefnt á nafn. Þegar þetta var sett inn á aðalskipulag þetta verkefni, þá var það út af þessu verkefni Primacare. Reyndar þegar að fjölmiðlar fóru að rannsaka Primacare málið og hvað var á bakvið það, þá kom svipamunstur í ljós þegar að farið var að skoða fjármálin og bakhjarlana sem átt að vera á bakvið það verkefni. En það varð aldrei af því verkefni. En það virðist vera sem sagt sem að fólk geti labba hér inn af götunni og tekið hér lóðir upp á 120.000 fermetra í pant í nokkur ár. Það stóð í samningnum að sem sagt framkvæmdir þær þurfa að hefjast í síðasta lagi eftir 2 ár eða sem sagt innan 2 ára. Það stendur í samningnum. Þó svo að þeir hafi fengið hvorki meira né minna en 1,5 árs frest til að skila inn gögnum sem að umsækjendurinn lóð venjulega þurfa að skila þegar þeir gera áður en þeir gera lóðarlegu samning, en ekki eftir að búið er að gera. Hvaða samningsstöðu hefur Mosfellsbær þegar að svoleiðis er búið að gera? Og ég spyr mig líka, er einhver fyrirvar á því í þessum samningi að þetta sjúkrahús geti skipt eiganda? Ég fann engan fyrirvara á því að þeir sem að núna segja standa að þessu verkefni, þeir geti ekki selt sín félög og þá er orðin einhver allt annar eigandi að þessu sem að Mosfellsbær er þá automatist búinn að gera lóðarlegu samning við. Já, en sem sagt mér langaði að segja Haraldur myndist á það að þetta myndi ekki kosta skattgreiðendur neitt. Það er ein forsendan fyrir. Ég hef ekki tekið til mál. Það hefur ekki tekið til máls á þessu fundi. Nei, fyrirgefðu Bryndís, ég ruglaði ykkur saman. Það er gott. Ég tek það sem Rósi. Huggulega vaksin. Já, fyrirgefið þig. En sem sagt, hún talaði að þetta myndi ekki kosta skattgreiðendur neitt. Bæjarstjóri hefur marg endurtekið bæði á bæjarstjórnarfundum og í fjölmiðlum að þetta verkefni krefjist þess að íslensk yfirvöld veiti skattaívilnanir og hann gerði svona samanburð í ræðunni í fyrra, talaði það að það yrði svona sambærilegt á við kísilverin sem er að reisa sem er í ljósið þess hvernig þetta er í dag mjög óheppilegt. En enga síður þá kostar slíkt samfélagi.
skattaívilnanir kosta samfélagi. Þannig að fyrir utan það að fólk náttúrulega telur að þetta verkefni gangi ekki upp eins og því er stillt upp. Og það hefur nefnilega aldrei gert það eins og skrifaðar hafa verið víðfræga greinar nema á einhverju flottasta sjúkrahúsi í Bandaríkjunum. Þar sem allir helstu sérfræðinga Bandaríkjanna vinna. En það er síðan annar handleggur varðandi þetta með sjúkratryggingarnar samkvæmt lögunum, þær taka aldrei ákvörðunarvaldið af ráðherra. Það er ákvörðun ráðherra og það stendur líka hann sem þó að hann vinni með sjúkratryggingu. Þá gefur ráðherran fyrirmæli. Það er komið fram óskum fundarhlé og það er orðið við þeirri beiðni. Við hefjum þá funda 9 og Sigrún, þú varst búin að boða bókun, gjör svo vel. Getur þú pantað bókunni? Já, ágæti forseti, bókun íbúðarhreyfingarinnar hljóðar svo. Bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar harmar að bæjarstjóri Haraldur Sverrisson skuli ekki sjá sér fært að taka af allan vafa hvort að verið sé að undirbúa byggingu einkasjúkrahúss við Sólvelli í Mosfellsbæ. Málið hefur hangið í lausu lofti allt frá því að ljóst varð að hollenska félagið Burbanks Holding BV sem á 98% hlut í MCPB EHF, íslenska fyrirtækinu, er skúffufyrirtæki í útjaðri Eindhoven sem aldrei hefur skilað ársreikningi. Samkvæmt skráningu hjá firmaskrá Hollands var stofnfé þess 1 evra og þar er engin starfsmaður. Félagið hefur því augljóslega hvorki fjárhagslega burði til að afla fjár né reisa sjúkrahús fyrir auðkýfinga að upphæð 50 milljarðar. Íslensku samstarfsmennirnir hafa yfirgefið skútuna og ólíklegt að hjartalæknirinn Petro Brugata vilji reka sjúkrahúsið í óþökk íslenskra lækna og heilbrigðisyfirvalda, samanber yfirlýsingar hans í fjölmiðlum. Málið kom fólki fyrir sjónir eins og einn allsherja blekkingavefur, fjölda félaga sem ekkert áttu og öll lutu sama manninum. Það er því löngu tímabært að bæjarstjóri greini Mosfellingum frá því hvers slags var og gefi skýr svör við því hvert framhaldi verður. Íbúðarhreyfingin telur að frumhlaup DS og vaflista í bæjarráði 21. júlí 2016 hafi skaðað orðspor Mosfellsbæjar og veikt tiltrú íbúa á yfirstjórn sveitarfélagsins. Þegar kjörnir fulltrúar bregðast með svo hrapalegum hætti, skaða þeir lýðræðið. Bæjarstjórn Mosfellsbæjar þarf augljóslega á faglegri handleiðslu að halda. Íbúðarhreyfingin vill leysa þann vanda með því að ráða framvegis bæjarstjóra á faglegum forsendum í Mosfellsbæ. Ólafur Ingi, gjör svo vel. Forseti, það bregðast hér við með þessari bókun íbúðarhreyfingarinnar út af þessu fyrsta lið í fundagerð bæjarráðs 1304. fundar. Hún er bókun með svohljóðandi. Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar vísa á bug að með umræddri afgreiðslu í bæjarráði þann 21. júlí 2016 hafi bæjarfulltrúar brugðið skyldum sínum sem kjörnir fulltrúar
og skaða lýðræðið, hvað svo sem bæjarfulltrúi íbúahreyfingarinnar á við með því. Að öðru leyti vísum við til fyrri bókan okkar málið og ítrekum að hagsmunir Mosfellsbæjar að fullu tryggðir í þeim samningum sem gerðir hafa verið í þessu máli. Haraldur Gjörsvöld. Já, forseti, áður en ég lesi upp bókun Díó og Aflista, þá langar mig að fá að halda smá þakkaræðu. Þetta er farið að minna dálítið Óskarsverðlaunahátíð. Hér eru skvætt hrósi alveg fram og tilbaka og ég langar að kannski að byrja á því að þakka Sigrúnu Pálsdóttur sérstaklega hlýju orði mingar. Það er gott og uppbyggjandi að vera í bæjarstjórn og hafa bæjarfulltrúa sem er svona ánægður með störf manns eins og raun ber vitni. Það hjálpar manni mikið í að vinna vinnuna, hjálpar manni mikið í að styðja við það miklu uppbyggingu sem hér á sér stað og hjálpar manni líka mikið við að öðlast trúverðuleika og að svona virðingu og sem að nauðsynlegt er hjá starfsmönnum bæjarins. Mér langar líka að þakka bæjarfulltrúanum sérstaklega fyrir það hversu jákvæð hún yfirleitt í garð Mosfellsbæjar. Hversu jákvæð hún það sem hér að gerast. Mér langar líka að þakka henni fyrir það að hafa verið á móti og sýnt jákvæðna gagnrýni varðandi hér mörg mál sem hér hafa verið upp á borðum undanfarin ár. Til að mynda Helgafelishverfi, Helgafellsveg, Tunguveginn, hótelrekstur og ferðaþjónustu í bænum, uppbyggingu og þéttingu á uppbyggingu miðbæjarins, svæði fyrir grænan orkufrekan iðnað og síðan mætti lengi telja. Það er gott og uppbyggjandi og nauðsynlegt fyrir bæjarfélag sem Mosfellsbæjar, sérstaklega svona bæjarstjórn, að fá að upplifa málflutning sem þennan. Við langar líka að þakka bæjarfulltrúanum fyrir það að hafa minnt mig endurtekið á það að upplýsa bæði bæjarstjórn og bæjarbúa framgang þessa tiltekna máls sem hér til umfjöllunar. Það hefur gefið mér tækifæri til þess að gera það og endurtaka þær upplýsingar, ég veit ekki hversu oft. Það er örugglega hollt fyrir umræðin hér í bæjarstjórn, bæði tímasparandi og líka fyrir bæjarbúa að vita það. Mér langar líka að lokum að þakka bæjarfulltrúanum sérstaklega fyrir jákvæðningar útlendinga sem að munu vinna á þessum vinnustað þegar að þessu verður. Það er gott að vita því að bæjarfulltrúan ætlar að taka hlýlega á móti þeim. Að svo mæltu þá ætla ég að lesa hérna bókum. En ég þarf aðstofa við það því að tölvan er ræst. Bryndís. Bókunin hljóðar svo. Þetta er bókun frá bæjarfulltrúum í Aflista. Stóryrði og aðdráttanir í bókun fulltrúa M-lista er bæjarfulltrúan til vansa. Eins og ítrekað hefur komið fram að ræða úthlutunarlóð undir sjúkrahús og hótel. Er að ræða endur úthlutunarlóð sem í aðalskipulagi er skilgreind fyrir þess háttar starfsemi. Lóðinni var úthlutað með skilyrðum frekari upplýsingar og gögn. Fosfarsmenn fyrirtæki sem frestir 1. desember næstkomandi til að skila þeim gögnum, ella fellur samningurinn á gildi. Margoft hefur verið farið yfir umrætt mál og er engu ósvarað á þessum tímapunkti. Þetta var bókun okkar og lokum forseti langar með að endurtaka þakkir mínar sérstaklega til bæjarfulltrúans. Sigrún Gjörsvöld. Er bara að þessar undir þessu máli? Jú, en ljósi bókana og umræðu þá held ég að það sé eðlilegt að fá orðið. Já, ágæti forseti, mér langar líka að þakka bæjarstjóranum fyrir allan þann hlýhug sem að hann hefur sýnt mér á þessu kjörtímabili. Það hefur verið ákaflega uppbyggilegt að vinna með honum
horfa á öll reiðiköstin sem hann hefur tekið, fílusvipuna sem hann hefur sendt mér og allar jákvæðu móttökurnar sem að allt sem að ég hef látið frá mér fara hjá honum. Það hefur verið sérstaklega lærdómsríkt að vinna við þessi skilyrði. Það vill mér hins vegar til hafs að ég starfa sem leiðsögumaður þar sem að ég upplifi þvílíkt aðra samskiptavenjur heldur en stundar eru hér að það hefur haldið mér væntanlega á lífi í þessari bæjarstjórn. Ég sé enga ástæðu til þess að bæjarstjóri komi hér í pontu og vorkenni sér yfir því að verða fyrir gagnrýni út af skelfilegum samningum og hann gerði við þessa útlendinga. Mér finnst bara með ólíkindum að bæjarráð hafi tekið þátt í því og mér finnst það svo gagnrýnivert að ég á eiginlega bara varla orð yfir það. Ég bara skil ekki hvernig sæmilega velmennta fólk getur gert svona lag og það endur tekið vegna þess að þegar að fólk fór að skoða það sem var á bakvið Primaker þá var það eitthvað álíka. Það er sem sagt endur tekið efni. En Haraldur, ég bara þakka þér innilega fyrir. Þetta hefur verið mjög kannski, já, lærdómsrík lexía. Hún hefur ekki verið uppbyggileg. Hún hefur verið á allan hátt í rauninni andstyggileg. En ég ætla samt að þakka þér vegna þess að mér finnst ég standa sterkari eftir. Fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs fundargerð bæjarráðs frá 27. apríl. Umræðum því lokið. Ég ber fundargerðina upp. Þeir sem að samþykja hana gjörð svo að gera merki. Takk fyrir, hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá tökum við fyrir fundargerð 337. fundar fræðslunefndar frá 24. apríl. Orðið er laust. Kolbrún, gjörðu svo vel. Já, takk, forseti. Ég þarf aðeins að komast inn í Já, forseti, mér langar að ræða mál númer 2 í fundargerð fræðslunefndar. Gjörðu svo vel. Þar kemur fram að á fræðslunefndarfundin síðasta kom hún Lára Halldórsdóttir, eða Kirstín Lára Halldórsdóttir og talmeinafræðingur og kynnti þá nýju talmeinaþjónustu sem að Mosfellsbær að veita inn í grunn- og leikskóla bæjarins. Og hún hélt þarna ágætis kynningu en það fylgja þetta 2 glærur með gögnunum og það kannski útskýra ekki nógu vel svona það sem það umræðu sem fram fór á fundinum en þar kemur fram að hún að hitta bæði grunn- og leikskólabörn og þarna og þau börn sem að þurfa á aðstoð að halda varandi framburð og málþroska sem hafa einhverja málþroska vandamál. Og þetta held ég mjög mikilvægt skref sem við erum að stíga þarna og þessi þjónusta hefur var veitt hér áður fyrr en hefur legið niðri tíma og hefur legið einnig niðri í öðrum sveitarfélögum en nú geta sveitarfélögum fara að veita þessa þjónusta aftur og við vitum það að þetta er mjög mikilvægt þjónusta og er einhvers konar forvarnarvinna og við vitum það að börn sem eiga við málþroska vandamál að stríða geta þróa með sér önnur vandamál sem
svona hliðarverkanir sem að svona félagsleg vandamál og það þekkja þeir sem að hafa starfað með börnum og við sem höfum unnið í skólanum í mörg ára. Við sjáum það að þetta gríðarlega mikilvægt en þarna Lára komin til starfa sem talmeinafræðingur í 20% starf. Hún svona bara núna þessa dagana að hitta þau börn sem að vitað sem að á biðlista að hitta talmeinafræðing. Það virðist sem að vandinn sé nokkuð stór og þegar að er gáð að þá er þetta aðeins of mörg börn að mínu mati sem að greinilega þurfa þjónustu og ég ekki að segja að sjálfsög eiga þau að fá þessa þjónustu og við sjáum þarna líka að kannski þetta 20% hlutastarf kannski ekki nóg en það einmitt það sem að hún ætlar að gera með vorinu og hún líka í rauninni svolítið að koma fræðslu til starfsmannaskólana, vinna með kennurum af því að oft eru þetta litlar og einfaldar lausnir sem að þarf til, það þurfi ekki öll börn. Hún veitir símaþjónustu, talar við foreldra gegnum síma og veitir þeim aðstoð og stuðning sem að getur skilað miklu. Þannig hún metur börnin og fylgir þeim eftir gegnum síma þannig að hún virðist vera að gera, svona dreifa, hvað heitir það, svona move it forward, pay it forward heitir það á ennsku, að hún að koma fræðslu sinni áfram, fræða kennara og starfsfólk skólana sem ég held að það sé mjög mikilvægt. Þessi þjónusta var í boði áður í miklu minna hlutfalli, þá kom hún inn í einhverja daga sem einhvers konar svona vertíðar ástand og hitti þá sem kannski voru mjög illa staddir en það lítil forvörn í því þannig við þurfum að viðhalda þessari þjónustu og bjóða börnum upp á það aðstoð sem þau þurfa. Þannig að börn með framburðarvanda, það er ekki gott að líta léttvægt á það. Það er eitthvað sem að getur svona komið þeim koll seinna meir. Þannig að ég lít svo á að þetta sé mjög stórt skref sem við erum að stíga að veita þessa þjónustu og ég veit það að það var strax talað það á fræðslunefndarfundinum að þetta þyrfti að vera meira, það eru biðlistar, hún að stinga, það svona ákveðið fjall sem hún að komast yfir en hún mun gefa okkur skýrslu síðan í vor, sem þetta bara í lok þess skólaárs, þar að segja, í sumar og sjá hvort við þurfum að gera betur og hvort að einhverju þurfa að breyta. Anna Sigurðardóttir. Forseti, ég kem undir sama máli, það er það er mál númer 2, talmennaþjónustu í leik- og grunnskólum Mosfellsbæjar. Ég vil byrja að taka undir að það er mjög gott að þessi þjónusta skuli vera komin að standa núna aftur til boða í sveitarfélaginu og ef ég leyfi mér að vera á persónlegum nótum þá hef ég reynslu af því að hafa fengið svona þjónustu fyrir barn á mínu heimili. Ætlaði ekki verið kringu síðust aldamót. Þá var reyndar annars konar fyrirkomulag, þá greiddi bærinn tíma hjá talmeinafræðing og var ekki með talmeinafræðing í starfi og ég ætla líka að taka undir það að ég held að sé alveg rétt mat sem kom hér fram frá fundi fræðslunefndar að 20% starfshlutfall ekki nóg og ég gleðst yfir að heyra að það er vilji til þess að skoða það vandlega að leggja betur í þennan málaflokk því að það að börn það er mjög oft að hjálpa börnum mjög mikið og þá er vanlegast að grípa inn í eins fljótt og mögulegt er og helst af öllu náttúrulega að veita þeim þá þjónustu sem þau þurfa áður þau koma inn í grunnskóla því við vitum að umhverfið bara er allt öðruvísi leikskóli og grunnskóli og þá er gott að vera búið að hjálpa þeim sem að hægt er að hjálpa fyrir grunnskólagönguna því að eins og hér kom fram áðan að þá er það líka alveg ljóst að þau börn sem eiga í svona erfiðleikum og sem fá ekki viðeigandi þjónustu það geta fylgt alls kyns önnur vandamál í kjölfarið sem þá náttúrulega líka
lenda það bara í fanginu á öðrum starfsmenn eins og til dæmis bara sálfræðiþjónustu. Þannig að ég vil bara endilega hvetja fræðslumenn til dáða í þessu máli og heiti þeim mínum stuðningi að hér verði aukið við þjónustu talmeinafræðinga, því ég held að þetta sé alveg sérstaklega mikilvægt mál og fagna því enn og aftur að við skulum þó allavega vera komið með talmeinafræðing í 20% stöðu sem að þó eru ljóst og lítið en allavega byrjun. Sigrún, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti, ég kem hérna fram undir máli nr. 2 talmeinaþjónustu. Ég hjartanlega sammála síðustu ræðumönnum varðandi það að það mjög mikilvægt fyrir börn að fá snemma á ævinni aðstoð talmeinafræðings. Ég eins og Anna Sigríður þekki það af eigin raun. Barnið mitt þurfti bara að fara í 1 tíma hjá talmeinafræðingi til að hætta að stama og ég líka sem sagt bjó árabil í Belgíu og þar sem að börnin mér voru í skóla og þar var talmeinafræðingur eða það var 1,5 stöðugildi talmeinafræðinga við skólan og það voru 400 nemendur í skólanum og það fengu öll börn stuðning þarna í skólanum og það þótti bara mjög mikilvægt og ég held líka að eins og Anna Sigríður minntist á, það getur náttúrulega bara dregið úr þörfinni fyrir sálfræðiþjónustu ef að börn ekki með einhvern svona ágalla sem að aðri gera gys af og og valda þeim vandræðum. En sem sagt ég styð það heils hugar að það verði aukið við þetta stöðugildi talmeinafræðings og ég tel það meira að segja mjög brýnt. Þetta ekkert grín og þarf líka sérstaklega að huga að erlendum börnum. Bæjarstjóri gaf hérna til kynna áðan að ég væri fjandsamleg gagnvart útlendingum. Mér finnst alveg hræðilegt að heyra það vegna þess að það á ekki við nein rök að styðjast. Ég held að erlend börn þurfi sérstaklega á þessar aðstoð að halda og mun og tala sérstaklega fyrir því. Já, við bíðum skýrslu frá fræðslusviði og þetta mál þar til að endalega ákvörðun þetta verður tekin og það verður þá rætt það væntanlega í fjárhagsáætlun í haust. En Kolbrún Björnsson. Já, forseti, sko, þessi talmeinaþjónusta, hún náttúrulega svona snýr að börnum með vanda og ég, allavega það allavega mín skoðun að erlend börn eiga kannski ekki við vanda að stríða, heldur þau eru bara að læra tungumálið okkar og ég held að komi það í ljós síðan að þau börn, hvort sem þau eru íslensk eða erlend í skólanum, eigi við einhver framburða vandamál að stríða, einhvern framburða vanda, að þá fái þau að sjálfsögðu þjónustu. Þetta ekki við fyrir ætla börnum sem eru að læra tungumálið okkar. Það allt önnur þjónusta sem fer fram undir þeim hætti. En varðandi það að þjónustan sé mismunandi og ég veit að til dæmis að í Hafnarfirði hafa þeir sveitarfélagið Hafnarfjörður gefið vel í hvað varðar þessa þjónustu byrjuðu eins og undan okkur og eru með hærra hlutfall en það er svolítið misjafnt hvernig sveitarfélagin þróa sína stoðþjónustu, hvernig við áætlum hvernig okkur best borgið.
Þannig að sviðin eins og fjölskyldusviðið og fræðslusviðið, það fer svolítið á stað bara hver er þörfin og hvað þarf að gera og svolítið metið. Og núna er bara verið að skoða það að við þurfum að bæta við talmeinafþjónustu og það gerum við það. Við erum með miklu hærra hlutfall til að vera sálfræðinga en á okkar snærum heldur en til dæmis þá önnur sveitarfélög. Þannig að vissulega er þetta er mikil forvörn og kannski verður bara sálfræðingaþjónustan kannski óþörf á endanum, ég segi maður aldrei alveg óþörf, en þetta er einhvers konar svona forvarnastarf sem hér fer fram og þetta er bara viðbót við okkar góða stoðkerfi og okkar stoðþjónustu inn í skólunum sem ég held að við séum að stíga mikilvægt skref, en hvort sem að þetta verður aukið eða kennarar fá fræðslu til að koma auga á vandan inn í bekk hjá nemendum sínum og þetta grípa fyrr inn í heldur en eins og til dæmis ég veit að talmeinafræðingurinn er að hitta börn upp á unglingastigi og það er allt of seint. Þannig að við þurfum bara strax í leikskóla og þá kannski verður vandinn úr sögunni þegar börnin eru komin með stigið og það er náttúrulega þannig sem við viljum sjá það. Fleiri sem æskja þess að taka til máls, svo er ekki. Umræðan við lokið, þeir sem að staðfesta fundarkynningu og svo gefa merki. Takk fyrir. Það er gert með 9 atkvæðum. Þá tökum við fyrir fundargerð menningarmálanefndar. Það er 250 fundur og hann var haldinn 25. apríl. Orðið er laust fundargerðina. Bjarki, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég kem hér upp undir fyrsta málið sem heitir einfaldlega Hlégarður. Kannski til að útskýra málið les ég hér bara niðurstöðu nefndarinnar með leyfi forseta. Það kom sem sagt rekstraraðili og kynnti, í niðurstöðunni kemur það að greinargerð rekstraraðila lögð fram og kynnt. Samþykkt með öllum greindum ákvæðum að rekstrarform Hlégarðs verði tekið til endurskoðunar þegar núverandi leigusamningur rennur út. Menningarmálanefnd mun fjalla áfram málefni Hlégarðs á næstu mánuðum og leggja fram tillögu til bæjarstjórnar að því loknum. Fyrir nokkrum misserum, eins og við munum, var Hlégarður reksturinn á ákveðnum tímamótum og það var svona leitað að til rekstraraðila var nú ekki margir kostir í boði en þetta fór í þennan farveg sem hann er enn og ég held að þarna verði að koma einhvað breytingar þegar að samningur útrunnin eins og má reyndar alveg skilja á niðurstöðu menningarmálanefndar. Það hafa verið þarna samkomur og allt er góður með það en félagsheimilis myndin er ekki alveg eins sterk eins og maður myndi ætla þetta stóra hús með þessa miklu sögu. Það er ekki mikið nýtt að mínu viti. Hvort að það sé vegna þess að verðlag sé á hátt, ég skal ekki segja það, en samningurinn er ennþá í gildi og kannski verður nú eitthvað að hræst upp á reksturinn núna svona undir lokin en hvaðan það, ég tel það alveg skýlaust að það þurfi að endurskoða þetta með einhverjum hætti þegar þessi samningur er útrunnin. Haraldur Gjörsvel. Ég fannst ekki langar að tala sama mál þar að segja Hlégarð. Ég teki undir þessi orð. Fyrir mína parta er þetta töluverið vonbrigði hvernig til hefur tekist með þennan samning. Markmiðin með honum voru skýr, þau eru innrituð í samningin. Í mínum huga hafa þau ekki all nást og það er miður. Grundvöllur þessar umfjöllunar í menningarmálanefnd er minnisblað frá forstöðumanni þjónustu- og samskiptasviðs fund sem að bæjarstjóri og hún áttu með rekstraraðilum Hlégarðs þar sem var farið yfir samningin, tilgang hans og markmið og hvernig þau tiltekist og svona mat á því og það minnisblað þar kemur fram að eins og ég sagði hér að það er mat þessara tveggja aðilar sem bæjarstjóra á forstöðumann þjónustu- og samskiptasviðs að það vanti töluvert á og þess vegna held ég að menningarmálanefnd hafi komist að réttri niðurstöðu. Það þarf að fara yfir þetta mál mjög vel
Þetta var tilraun sem að bæjarstjórn og menningarmálanefnd ákvað að gera. Við vissum svo sem að við varum ekki 100% öruggir með það að þessu yrði náð fram með þeim hætti sem við vildum. En okkur þótti ástæða til þess að gera þessa tilraun. Við erum einhver leyti reynslunarríkari og þannig að ég held við eigum að nota tímann núna svona í sumar og haust að svona fara yfir þetta mál betur og svona kanna möguleika á því hvernig við getum náð fram þeim markmiðum sem að í þessum samningi koma nýtingu, aðgengi og notkun á okkar góða gamla menningarhúsi Leikari. Anna Sigríður Björnsvel. Forseti, ég kem undir sama máli. Já, þetta var tilraun sem var ákveðið að fara í og og fólk sýndist sitt hverjum kannski í upphafi en það var ákveðið að fara í þessa vegferð eins og svo oft sagt nú til dags. Það sem ég vil kannski segja þetta mál núna er að mér líst mjög vel á það að menningarmálanefnd ætlaði aldrei að taka svona hlékar meira upp á sína arma, fyrirgefiði mér aðeins að slegum þetta laginu málefni hlékars og ég skildi vinnunni fund nefndarinnar þannig að nefndin ætlaði að taka hlékarsmálið aftur til umræðu á sínum fundi núna seinna í vor. Hvað sem svo verður, við erum náttúrulega hljótum að vera bundin af samningi sem var gerður en ef að hafa orðið vanhöld á honum sem ég svo sem þekki ekki þannig til að þá þarf náttúrulega að skoða það en ég held að þetta átti mikils virði að menningarmálanefnd vinni dálítið vel í þessu máli og dragi til sín þekkingu og tali við fólk sem hefur reynslu af rekstri svona Bæjarfulltrúi Bjarki talaði held í félagsheimili áðan. Það kannski dálítið sú hugsun sem við vorum að tala við í Samfylkinginu höfum haft mikinn áhuga að Hlégarður yrði eins konar menningarhús en við erum náttúrulega ekki með fastmótaðar hugmyndir hvernig það ætti að vera en það væri það ólýðræðislegt. En það er lýðræðislegra að fá fleiri af þeirri umræðu og en við erum tilbúin í hana og ég bara eiginlega hvet menningarmálanefnd til dáða í þessari umfjöllun sinni því ég held að sé dálítið mikilvægt fyrir okkur öll að það sé öflugur rekstur í Hlégarði og það sé svona almenn ánægja með hann en þar með ég ekki að segja að svo sé ekki það sé ekki öflugur rekstur núna. Ég hef ekki bara forsendur til þess að meta það fullkomlega. Takk. Sigrún Björnsvel. Já, við íbúðarhreyfingunni ágæti forseti erum sammála það að það er mikilvægt að endurskoða þennan rekstur. Þetta var svolítið fyrirsjáanlegt, verði ég að segja. Við rættum það svona í aðdragandanum þegar verið var að móta þessa samninga sem að fór reyndar bara heilmikil vinna í. Þá að það yrði að passa betur upp á félagslega þáttin og það er ekki hægt að lítil félög sé að borga til dæmis fleiri 10.000 fyrir leigu eitt kvöld í svona húsi. Við í íbúðarhreyfingunni tölum líka fyrir því að húsi yrði líka gert upp og það gert aðgengilegt fyrir hin ýmsu félög og sérstaklega ungmenni. Okkur vantar betri aðstöðu fyrir ungmenni. Maður getur til dæmis hugsað sér tónlistaflutning að ungir tónlistamenn geti fengið aðstöðu til að
að æfa sig og svo framvegis. Þannig að ég held að sveitarfélagi bara gæti nýtt þetta hús svo miklu betur í svona félagslegum tilgangi eins og þeim að með ungmennahúsi. Bryndís Kjósvel. Já, virðulegur forseti, ég ætla líka að fá að ræða þetta ágæta mál hérna, Hlégarður, og ég treysti svo sem bara menningarmálanefnd vel til að fara yfir þetta mál og koma með einhverja tillögur að næstu skrefum í því, en ég get þó ekki orðabundist hér út af þeim ræðum sem flutt var á undan mér og þessar umræður sem á sér stað hérna, að koma þá á framfæri minni pólitísku sýn hvað það varðar, að mér fyndist ólíðandi með öllu ef að við ætluðum að nota skattfé íbúa til að greiða niður fundi hjá fullfrísku fullorðnu fólki sem að mætir öðru hvoru til að ræða hinn bestu málefni. Eins og ég skildi hérna í ræðu bæjarfulltrúa varðandi félagasamtökin. Þannig að með þessu ég að segja, ég hvet menningarmálanefnd til dáðar til þess að finna einhverja góða lausn á framtíð þessa hús. En ég mun þó seint samþykkja það að við rekum þarna einhvers konar félagsheimili sem að niðurgreiða félagsstarfsemi fullorðins fólks. Ég reyndar, mér finnst alveg sæmilega að hafa verið staðið að þeirri starfsemi sem átt sér staðið í Hlégarði á síðustu mánuðum. Þannig að ég kannski deili ekki fullkomlega, hvað ég að segja, þessari óánægðu gagnrýni sem að hefur komið hér fram, en ég hef skilning á henni. Ég hefði líka gjarnan vilja sjá ennþá öflugri og meiri starfsemi í Hlégarði. En mér finnst þó þeir viðburðir sem hafa verið haldnir þarna hafa kannski lukkast ágætlega og ágætis umræðu það og margt gott sem hefur verið gert þarna. Áhugaverðir tónleikar og annað sem hafa fengið athygli og ýtt hér undir menningarlífi í Mosfellsbæ. Þannig að mér finnst margt gott sem hefur verið gert þarna. En það vissulega krefjandi verkefni að ákveða með hvað hætti sveitarfélagi getur staðið undir rekstrið að setja þess að þarna sé einhver starfsemi án þess að við séum þó að kosta til þess umtalsverðum fjármunum hér úr vösum skattgreiðanda. En eins og ég segi, ég hvet menningarmálanefnd til dáðar í þau verkefni. Haraldur Kjósvel. Já, forseti bara örstutt sko, kannski hefði mátt misskilja hérna ræðu minni hér áðan. Ég var óánægður með allt sem hefur farið fram í Hlégarði, svo var alls ekki. Að mörgu leyti hefur tekist ágætlega til með þennan samning. Til dæmis hefur tekist ágætlega að koma húsinu á kortið. Það orðið miklu þekktari staður, sem menningarstaður, félagsheimili, hvað hefur kallað það, heldur en var. Vegna þess að í því hafa verið þó fjölmargir atburðir. Það sem ég vildi þó segja, að einsleitni þeirra í mínum huga of mikil. Og sá fjölbreytileiki og það aðgengi bæjarbúa á húsinu sem var eitt af markmiðunum þar hefur ekki alveg tekist þau markmið hefur ekki tekist að uppfylla. Þannig að mörgum þáttum margir þættir samningi sem hafa gengið eftir. Þannig að það ósækjart líka að þakka ekki fyrir það. Og hins vegar þetta eitthvað sem við þurfum þá og menningarmálanefnd að skoða, hvernig við þá getum náð fram sem flestum af þeim markmiðum sem vorum sammála að rétt væri að ná fram við rekstri Hlégarðs og það verkefni næstu mánaða. Sigrún Kjósvel. Já, ágæti forseti, mér langar bara að leiðrétta misskilning Bryndísar hérna áðan. Ég var ekkert að tala um einhver íbúasamtök sem væru að halda fundi og svo framvegis eins og ég skildi hana, heldur bara almennt félög sem að þurfa húsaskjól. Það bara, og þó að það séu fáir sem mæta og svo framvegis, þá þarf samt að vera einhver svona aðstæða sem að fólk náttúrulega greiði fyrir en ekki fúlgur fjár. Það er bara þannig að síðan þetta með skattfé borgarana miklu minni sveitarfélög heldur en nokkru sinni
Mosfellsbær reka bara mjög öflugar félagsmiðstöðvar fyrir unglinga. Og Við gerum það líka. já, en það er bara mjög takmarkað það húsnæði. Það vantar húsnæði til þess að krakkar geti æft tónlist á kvöldin og það væri hægt að nota öll þessi herbeggi sem eru þarna undir allslags og leigja út undir allslags starfsemi sem að íbúarnir gætu haft aðgangað og leigt. Þannig að sko ég vorkenni ekkert þeim sem greiða skatta í Mosfellsbæ að þeir taki þátt í því að byggja upp svona unglingastarf. Það vantar einfaldlega húsnæði fyrir þetta og við vitum það öll að það vantar og það hefur verið hér til umræðu í bæjarstjórninni. Og mér þetta vola vantum að fólk sýndi því sanngirni í stað þess að bregðast hér við með snúð og reiðirsvið. Ég alveg sammála því að fullt af fínum hlutum sem hafa verið í gangi í Hlégarði og hef ekkert út á það að setja út á það starf að setja sem þar er rekið. En þessi félagslegi þáttur, hann þarf að koma sterkari inn. Bryndís Kjörsal. Já, forseti, ég vil nú byrja á að segja það að ég kom hér upp til að lýsa minni pólitísku skoðun og mér finnst ekki tækt ef að það er sett fram með þeim hætt að ég sé þá að setja upp einhvern snúð og leiðindasvip. Hér erum við bara með málstofu bæjarstjórnar og ég er bara að fara yfir mína sýn á þetta ágæta mál. Ég vil bara ítreka það að við rekum hér félagsmiðstöðina Bólið. Við höfum nýverið samþykkt hér tillögu ungmennahús að vera þá með öflugri starfsemi fyrir ungmenni, fyrir eldri ungmenni líka, heldur en þau sem eru í grunnskólunum okkar. Og þetta ungmennahús sem nú kannski ekki hugsað þannig að það sé eiginlegt hús, en það hefði þá aðstöðu í FMOS. Ég aftur á móti hugsa að við getum örugglega bara sammælst það að það væri full ástæða til þess að sprauta enn meiri lífi í ungmennastarf hér í Mosfellsbæ. Tek bara heilsugar undir það. Og hugmyndir aðstöðu fyrir unga listamenn til að geta spila tónlist eitthvað, mér finnst það bara mjög góð hugmynd. En það á ekkert erindi kannski inn í umræðina nákvæmlega Hlégarð, því ég held að vandamáli snúist ekki það að okkur vanti kassahús. Við höfum hér glæsilega skólabyggingar sem eru í nýtingu bara hluta úr ári og hluta úr degi, framhaldsskólinn og það. Þannig að ég held að það sé ekki þörf á húsi sem slíku, það þá frekar bara þörf á ákveðni svona innspýtingu inn í samfélag ungmenna og ég veit að hér heldum við fund með ungmennaráði áðan sem ég hefði nú því miður ekki tök á að sitja en heyrði hér að bæjarfulltrúum að þar hefði við aldils öflugur hópur. Þannig að ég er öll að vilja gert til að fara í slíkt starf og að blása lífi í slíka vinnu, en þannig erum við að tala gamalt félagsheimili og það alveg rétt að það eru mörg sveitafélög sem reka slík félagsheimili og það eru líka mörg sveitafélög sem algjörlega sligast undan slíkum rekstri. Það eitt bara tiltölulega nálægt okkur sem held í 3 félagsheimili, ég held ég muni það rétt, inn í Hvalfjarðarsveit. Og í mestu vandræðum það hvernig þeir eiga að halda slíku úti og með einkaaðila sem leigja og sjá rekstur í og þess áttar. Þannig eins og ég sagði áðan, ég held þetta sé bara krefjandi verkefni fyrir menningarmálanefnd og ég hvet þau áfram í sínu starfi varðandi Hlégarð, en fagna öllum góðum hugmyndum sem lúta að því að blása hér lífi í starf ungmenna hér í þessu sveitafélagi. Fleiri sem vilja tjá sig fundargerð menningarmálanefndar? Ef ekki, þá umræðan lokið. Þeir sem að samþykkja fundargerðina kjósa svo ekki á merki. Takk fyrir, samþykkt með 9 atkvæðum. Því næst tökum við fyrir fundargerð 435. fundar skipulagsnefndar sem haldið var 28. apríl. Orðið er laust fundargerðina. Bjarki, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem hér undir máli númer 5
sem að ber titilinn kortlagning stíga og slóða í Mosfellsbæ. Þetta hefur verið rætt hérna áður í þessum sal. Snýst vinnuhóp sem var settur á laggirnar fyrir nokkrum misserum og er búinn að halda eina 9 fundi. Ég er búinn að skila boltanum með þannig má taka til orða til bæjarráðs fyrst og síðan fer þetta að koma hér inn í skipulagsnefnd sem er alveg eðlilegur farvegur. Þetta snýst mikið stíga og vegi upp á Mosfellsheiði en eins og sést hér í fundargerð þá var nú skipulagsfulltrúa falið að undirbúa máli frekar í skipulagsferli. Þetta hópur sem slíkur var ekki með neinar ákveðnar afgerandi tillögur. Það er þá frekar skipulagsnefnd sem myndi taka slíkar ákvarðanir og náttúrulega bæjarstjórn. En þetta snýst svona mikið hvernig menn sjá framtíð Mosfellsheiðar fyrir og þá meðal annars stíga og slóða og þá sérstaklega hvort það megi aka á þeim. Ég vildi bara vekja athygli á þessu máli, forseti. Fleiri sem vilja tjá sig fundargerð skipulagsnefndar? Ef ekki, þá er hún borin upp til staðfestingar og þeir sem samþykja eða staðfesta gjöra svo gefa merki. Takk fyrir, hún er staðfest með 9 atkvæðum. Og þá tökum við fyrir fundargerð 177. fundar umhverfisnefndar sem haldin var 27. apríl, orðið að laust. Bjarki, gjör svo vel. Já, forseti, mér langaði nú hérna að vekja athygli á máli númer 5. Það er fyrirhugaður opinn fundur hjá umhverfisnefnd. Hann verður 11. maí. Áður hafði nú verið sagt 18. maí á 50degi kl. 5 í framhaldsskólanum okkar. En af ákveðnum ástæðum var það að flýta honum viku, þannig að ég vek athygli allra sem þetta mál mitt heyra að fundurinn verður 11. maí. Og það eru stór og mikil mál að dagskrá heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Það eru 2 frummælendur, Lúðvík Gústafsson sem hefur mikið með þessa mál að gera á sveitarstjórnarstiginu og síðan Andri Snær Magnússon. Þeir eru frummælendur og síðan verður einhvers svona pallborðsumræða með það er ekkert annað. Takk fyrir. Fleiri sem æskja þess að taka til máls? Ef svo er ekki, þá er fundargerðin borin upp. Þeir sem staðfesta hana gjör svo gefa merki. Takk fyrir, hún er staðfest með 9 atkvæðum. Þá tökum við fyrir fundargerð 42. fundar ungmennaráðs frá 27. apríl, orðið að laust fundargerðina. Kolbrún, gjör svo vel. Já, forseti, við langar kannski að ræða bara svona almennt þessa fundargerð og það kannski fyrsta mál beiðni frá forvarnafulltrúa Tryggingamiðstöðvarinnar vegna hugmyndar rýnihóp ungmenna úr Mosfellsbæ. Ég vil bara svona lýsa ánægju minni með þetta samtal. Ég veit að þessi tiltekni forvarnafulltrúi er að hitta ungmenni í fleiri sveitarfélögum þar sem er svona tekið samtal við ungmenni og þar eru rædd mál eins og bara mjög stór og mikilvæg mál eins og notkun endurskinsmerkja og ýmislegt annað og þetta kom nú fram hér á fundi áðan með ungmennaráðinu. Mjög góður fundur, gagnlegur og og gaman að heyra hvað þessi ungmenni hafa mikið fram að færa og viðhorf þeirra og sjónarmið er okkur mikilvæg í að halda áfram að gera bæinn betri og ég vil bara binda bara vonir og trú við þennan hóp og áframhaldandi samstarf og það sem að við erum að huga því núna að fara að móta forvarnarstefnu í Mosfellsbæ. Það er svona það mál er svona koma upp á yfirborðið aftur. Við þurftum að leggja það til hliðar. Þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt að við fáum ungmennin í ungmennaráðið með okkur í þá vinnu. Og það
Þannig að eftir þennan fund minn í dag með þeim ég bara mjög bjartsýn því að forvarnir og lýðheilsumál okkar Mosfellinga eru bara það sem skiptir öllu máli og hér líður öllum vel og hér séu forvarnarmálin í lagi. Það er það sem gerir bæinn blómlegan, blómlegt mannlíf og þar þurfum við að hlusta á raddir þessara krakka og ég held að það sé mjög mikilvægt að við höfum þau með okkur í undirbúning fyrir þessa stefnu. Ég vildi bara svona koma því að núna að þessi vinna að fara að hefjast. Ég og Theodór, formaður fjölskyldunefndar, erum komið þetta mál í okkar hendur og ætlum að svona stinga höfðin í bleyti og fara að ræða við fólk um það og það verður náttúrulega bara upplýst það seinna og við komum náttúrulega bara öll að því væntanlega hér sem við þetta borð sitja. Takk. Fleiri hafi ekki hvert sér hljóðs, umræðum við lokið, þeir sem að staðfesta fundargerðina gjörðu svo ekki að merki. Takk fyrir, hún er staðfest með 9 atkvæðum. Þá er komið að fundargerð 64. fundar þróunar- og ferðamálanefndar sem haldið var 27. apríl. Áður en ég gef orðið laust að þá er ljóst að hér liggja fyrir tillögur til okkar í varðandi úrvinnslu þessa umsókna þróunar- og nýsköpunarviðurkenningu Mosfellsbæjar. Það mælst til þess að ef einhver ætlar að tjá sig hér að það sé haldið trúnaður það hverjir hverja að ræða, hverjir að fá úthlutun og því að það á að koma fram þegar að þessir styrkir verða afhentir og bið ykkur að virða það. Orðið er laust. Hvaða dagsetningu? Það liggur ekki fyrir hér í þessu gögnum, ég er ekki með upplýsingar það. Það er síðar í mánuðinum. Við fáum að vita það. Enginn hefur hvað sér hljóðs. Umræðum lokið, þeir sem að staðfesta fundargerðina gjörðu svo ekki að merki. Takk fyrir, hún er staðfest með 9 atkvæðum. Þá er komið að fundargerðum til kynningar og það er fyrst fundargerð heilbrigðisnefndar Kjósarsvæðis og það var 30. fundur og hann er frá 18. apríl. Orðið er laust fundargerðina. Ef enginn kveður sér hljóðs þá er umræðan lokið og fundargerðin lögð fram. Því næst er komið að næst síðasta dagskrárliðnum sem er fundargerð 442. fundar stjórnar SSH frá 3. apríl. Orðið er laust þá fundargerð. Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem hérna undir þessari fundargerð SSH 442. fundi og mér langar bara eiginlega að lýsa ánægju minni með 2 atriði á þessum fundi. Annars vegar ákvörðun sem var tekin þarna að skipa 3 fulltrúa í samráðsvettvang vegna húsnæðismála og lóðaframboðs hjá sveitarfélögunum í þessum góðu samtökum SSH. Sem sagt til þess að vinna þá í tengslum við félagsmálaráðherra. Ég veit ekki af að skýra þar ýmis mál sem það hefur borið svona aðeins á svona einhverjum misskilningi. Þannig ég ætla að fagna því að það sé komið af stað og síðan 3. málinu sem er á dagskrá sem eru málefni Sorpu og þar var ákveðið að skipa 3 manna nefnd líka til þess að ræða við Sorpstöð Suðurlands varðandi þetta samstarf, þetta upprunalega þessa hugsun að breiðara samstarf varðandi hvað ég að segja sorpmálin. Það hefur ekki gengið nógu vel af því að við höfum haft upplýsingar að ná samtalinu við nágranna okkar á Suðurlandi en ég ber von í brjósti að með því að SSH tekur þetta svona formlega og tekur þetta föstum tökum og það bæjarstjórinn okkar sem situr í þessari nefnd, svo er stjórnarformaður SSH Ármann Kár Ólafsson og svo Halldór Auðar Svansson sem er líklega stjórnarformaður. Hann er stjórnarformaður, já.
Þannig að ég vil bara fagna því að þetta sé að komast á þetta stig, þannig að samtali verið tekið og vonandi náist næst farsalaust gott samstarf okkar sveitarfélagana hér og svo Suðurlands í hvað varðar sorpmálin. Haraldur gjör svo vel. Já, forseti, ég vil taka til máls líka bara þessi mál, sérstaklega tilefni af því að bæjarfulltrúi Anna Sigríður tók það upp og bara það er gott. Bara upplýsum það, svo sem ekki misskilningur það að annar liðurinn þarf að segja að SSA var stipað fulltrúi samráðsvettvang vegna starfshóps félagsmálaráðherra húsnæðismál vegna óska hans þar að lútandi. Þar að segja það var niðurstaða fundar sem að stjórn SSA fór með félagsmálaráðherra og hans embættismönnum þessi húsnæðismál. Það sem að var verið að ræða þau vítt og breytt. Niðurstaða þess fundar var meðal annars að sveitarfélögin hér á höfuðborgarsvæðinu fengi fulltrúa sína í þennan hóp og það var semst að uppfylla það í þessum tilgangi og vonandi mun þessi hópur hjálpa okkur við það að halda utan þessi mikilvæga mál næstu misserin og þá kannski til einhverja framtíðar. Síðan varðandi þriðja málið, þar sem málefni Sorpu og viðræður við Sorpstöð Suðurlands, að þá það held ég að það verði að fylgja með að þetta mál náttúrulega tilkomið á frumkvæði okkar hér í Mosfellsbæ. Bæði mín sem stjórnarmanns í SSA vegna embættis mín sem bæjarstjóra Mosfellsbæjar og svo fulltrúa Mosfellsbæjar í stjórn Sorpu, Kolbrúnar Þorsteinsdóttur, að áhyggjur okkar af framgangi eigendasamkomulagsins sem að gert árið 2013 sem að meðal annars fól það í sér að finna sameiginlegan grundvöll öllum til hagsbóta á samvinnu byggða eða svæða, höfuðborgarsvæði sem Suðurlands, Reykjanes og eftir atvikum Vesturlands meðhöndlun á úrgangi. Því að við erum hér með urðunarstað sem að stendur til að loka, erum að reisa hér gas- og jarðgerastöð sem kemur í staðinn. Í henni alveg kapaðist til að taka á móti lífrænum úrgangi frá fleiri svæðum heldur en hér á höfuðborgarsvæðinu og í sjálfsögðu engin skynsemi því að vera að reisa margar svona stöðvar hér vítt og breitt land, sérstaklega ekki á svona litlu svæðin sem hér höfuðborgarsvæðinu vantar hins vegar urðunarstað fyrir að urða þann óvirka úrgang sem eftir stendur þegar gas- og jarðgerastöð komin í gagnið og svo hefur Suðurlandi yfir að ráða Reykjanes yfir að ráða sorpbrennslustöð sem líka nauðsynleg í þessari flóru. Þannig að og Vesturland hefur urðunarstað og Suðurland hefur aðalskipulag í urðunarstað, þannig að með samstarfi þessara aðila allra saman verður þetta búa til mjög heildstæðan farveg og heildstæða lausn fyrir meðhöndlun úrgangs hér á þessu svæði. Og við höfum áhyggjur af því að framgangur þessa hugmyndafræði sem fram kemur í eigendasamkomulaginu, hann var ekki nægilega hraður. Og við viljum upplýsa það að það er búið að halda fyrsta fund með stjórn sorpsamlags Suðurlands, það var haldinn í síðustu viku og þar sannfærðist ég enn frekar það að þessi farvegur er algjörlega nauðsynlegt að setja þetta upp á eigendavettvanginn. Vegna þess að það er verið að tala um það stór mál og það víðtæk mál og það er erfitt fyrir stjórnendur einstaks byggðarsamlags að vera að fjalla um það sérstaklega þeir eðli mál sem samkvæmt horfa á máli bara út frá hagsmunum þess byggðarsamlags en ekki út frá hagsmunum heildarinnar sem nauðsynlegt að gera í svona samhengi og niðurstaða þessa fundar var svo að gera tilraun til þess að byrja að búa til viljayfirlýsingu samstarf þessara fjögurra svæða þessar hluti sem ég nefndi hér áðan og þá að reyna að gera það á eins skömmum tíma hægt væri sem væri þá hægt að nýta til þess að gera samkomulag þessara svæða. Það að menn tilbúin til þess að skrifa undir vilja sinn til þessa, það held ég að mínum að þetta er stórt skref í þessa átt og ég lagði það reyndar til á þessum fundi að sú leið yrði farin. Og meðan að menn var að vinna þessu þá myndum við taka við eða Sorpa taka við lífrænum úrgangi frá Suðurlandi en samningur þar að lútandi útrunninn.
en við varum ekki að stilla fólki hér upp í veggi eða neitt slíkt, heldur varum hér að fyrst og næst að reyna að finna flöt á því að búa til sameiginlegan grundvöll á þessum málum, á þessum málaflokki, þannig allir hefðu út úr því einhvern ávinning. Og í mínum huga það engin spurning að ef menn nýta resourcana og sletta því orði á þessum svæðum, að þá þetta búa til mjög sterka heild sem að getur tekið utan þessi mál á festu og uppfyllt skilyrði, lög og reglur og gert þetta þannig að öllum líki vel. Bryndís Kjörsal. Já, virðulegur forseti, mig langar að taka líka til máls undir þessum tveimur málum sem hér hafa verið til umræðu. Annars vegar húsnæðismálin og lóðaframboðin. Mér finnst gott mál að ráðherra óski eftir aðilum frá SSH inn í þann starfshóp. Ég held að það sé mjög mikilvægt því að ég tek undir með bæjarfulltrúa Önnu Sigríðu ef ég skildi hana rétt að mér finnst eins og það örla á ákveðnu misskilning þegar að vera að ræða þessi máli eða kannski ekki misskilning, svona ákveðnu einföldun á mjög víðtækum vandamáli. Og það er nefnilega ágætt að halda því til haga að hér í Mosfellsbæ hafa verið lóðir tilbúnar til uppbyggingu í gegnum allt hruni. Vandamáli var náttúrulega bara það að hér vildi enginn koma og byggja. Ekki til í Mosfellsbæ, það var bara á Íslandi var enginn tilbúin í það. Það voru annarkvort tæki að mannskapur farin úr landi, fjármagn ekki til staðar eða bankarnir vildi ekki lána í þetta. Og það er náttúrulega grunnvandinn sem við erum að etja. Svo er vel hægt að fara yfir það hvort að sveitarfélögin hefði átt að standa sig. En betur í framboði lóða, framboði á öðruvísi lóðum, fyrir öðruvísi byggingar, eitthvað þess að það er alveg umræða. Og í því sambandi er það náttúrulega mikilvægt að vinna enn frekar í þessum gagnagrunni sem var í rauninni hluti af svæðisskipulaginu okkar og var í rauninni falið skipulagsstofnun að gera ásamt Hagstofu og einhverjum fleirum aðilum í landsskipulagi og er ekki enn komið á laggirnar og ótrúlegt að þegar við erum að tala um hennan einn af okkar mikilvægustu markaðum sem er húsnæðismarkaðurinn að það sé ekki til nógu góðar svona grunnupplýsingar á hendi hins opinbera. Það er að segja, þú veist, hvert er frambóði, hvað er búið að deiliskipa, hvers konar lóðir, hvers konar íbúðir hægt að byggja. Þannig að þetta sé mjög mikilvægt að ýta því verkefni úr vör og það mun skipta miklu máli fyrir markaðinn til að þau geta tekið ákvarðanir uppbyggingu í framtíðinni. Byggingagátt Mannvirkjastofnun, já forseti, takk fyrir að benda mér á það. Það er eitt mikilvægt mál sem er verið að vinna á, mjög ánægilegt að það sé loksins komið á laggirnar og það er það kannski sem ég var að benda á. Ég ljósi þess að allar þessar upplýsingar, eða að segja gögn, liggja hjá sveitarfélögunum, bæði í skipulagi og í veitingu byggingarleyfa, að það sé ekki tekið saman á eitt góðan hátt og geta varpað því þannig upp. Og byggingagáttin mun örugglega aðstoða einhverju leyti við það. Hitt máli sem ég langaði að ræða var málefni Sorpu. Og mér langar bara að varpa því fram hér, ég veit nú að klukkan er orðið margt og ég er ekkert að ætlast til þess að hér rísi kannski allir í pontu og fari að tjá sig þetta mál, en mér langar þó að tjá þá skoðun mína hér, að ég er orðin mjög hugsi hvort að það sé rétt að sveitarfélögunum sé falið þetta verkefni samkvæmt lögum. Mér finnst nefnilega mikilvægt að sveitarfélögin sinni svona nægt þjónustu, svona þessu mannlega þætti eins og leikskólanum og grunnskólanum og þjónustu við fatlaða, má velta fyrir sig líka þjónustu við eldri borgara, við sinnum allavega félagsstarfinu og félagsþjónustuna þess að þar. Almenningssamgöngur höfum við tekið upp á okkar arma og gengur ágætlega með ákveðnu stuðning frá ríkinu, en þarna erum við að tala um svona kannski meira tæknilegt mál sem snertir mikið umhverfismál í stóra samhenginu. Urðun og endurvinnsla og eyðing sorp er ekkert unnin bara á einhverjum aðmörkum bletti, heldur alveg eins og ef við að lýsa hér að þá erum við að reyna að ná samkomulagi og samtali við vini okkar á Suðurlandi. Þannig að ég er hreinlega orðin mjög efins hvort að þetta ágæta verkefni og mikilvæga verkefni sé á réttum stað. Og ég ljósi þess að við höfum hér verið að, nú ætla ég ekki að gera lítið úr bæjarfulltrúum annarra sveitarfélaga eða borgarfulltrúum, en ég hygg að bæjarfulltrúar hér í Mosfellsbæ þekki kannski starfsemi Sorpu og eðli hennar býsna vel og betur heldur en kannski margir aðrir vegna þess að við höfum verið að glíma við vandamál og afleiðingar af því að hafa Sorpu í bakgarðinum okkar. Og þetta er svona eitt af þeim málum sem við höfum eitt töluverðan tíma í að ræða.
Bæði hafa fulltrúar okkar í stjórn Sorpu, áður Hafsteinn og nú Kolbrún staðið sig vel í því að standa vörð hagsmuni bæjarins í þeim efnum og svo hefur bæjarstjórinn okkar beitt sér mjög í því efni til að ná eigendasamkomulaginu á þess átt. Og hér erum við að tala stærstu sveitafélögin á landinu sem eru þó eiga í fullt í fangi með að fjármagna gasgerastöð og koma þessu alla koppi. Ímyndum okkur öll minni sveitafélögin út á landi. Þannig að mér langaði bara svona í ljósi þetta var til umræði þessu stjórnarfundi SSH. Ég fagna svo sem þessum skrefum sem hér er verið að stíga en mér langaði þó að svona kasta hingað fram þessum vangaveltum mínum. Sigrún, gjör svo vel. Já, ágæti forseti. Mér langar að taka undir þar sem Bryndís Haraldsdóttir var að segja varðandi hver ætti í rauninni að hafa, hvort ríki eða sveitarfélög ætti að hafa þetta á sinni könnu, sem sagt að það væri vafasamt að sveitarfélögin hefðu það. Það hefur staðið styr á milli ríkis og sveitarfélaga sorphirðu árum saman og engin lausn einhvern veginn almennilega í sjónmáli. Ég er alveg viss það að það væri ekki slæmt ef að ríki hefði þetta á sinni könnu og að því leyti að hluta að því leyti að ríki myndi skaffa alla innviði, búa til aðstöðuna, bara eins og ríki reisir framhaldsskóla og síðan sæju sveitafélögin allavega einhverjum leyti rekstur. Þetta svona sorpmál. Ég hef komið mjög mikið nálægt þessi málum í gegnum starf mitt að umhverfismálum, sorpmálum og sótt ráðstefnur og fundi og annað varðandi þetta í gegnum tíðina. Þetta er mjög faglegt mál. Þetta er flókimál. Margt flókimál og maður bara spyr sig hvort að lítil sveitafélög þó þau séu öll að vilja gera hvort að þau hafi í rauninni burði til þess að vera með þetta alveg á sinni könnu. Og þannig að svona ef ég skildi Bryndísi rétt þá kannski mikilvægt að ríkið taki stærri skerf af þessari köku til sín. Já, ég ætla ekki að sjálfum mér orðið. Byrja á því að fagna því að þessar viðræður séu komnar í betra horf heldur en að það hefur verið á undanförnum misserum og voru mér alltaf áhyggjefni og að það gengi hægt í þessu og því mjög ánægður með þetta. Varðandi þessa hugmyndina Bryndísar að ábyrgð af þessu verði færð frá sveitarfélögunum, þá líst mér ljómandi á það og ég er alls ekki vissum að ég endilega fara til ríkisins. Ég held að ég bara fara til einstaklingana og fyrirtækjana og það verður bara hver og einn að finna aðila til þess að taka þá við því sorpi sem að þeir þurfa að losna við og það verður bara að setja ríkar skyldur á einstaklingana og síðan verður þá bara hinn frjálsi markaður að leysa úr því. Ég er einhvern veginn alveg viss um það að Bryndís myndi fagna því að það væri farið í þessa átt frekar heldur en að það væri búin til einhver ríkisapparat sem að ætti að taka við byxinu frá hverjum og einum. Ég bara svona henda svona nýjum vinklin í umræðina en kannski bara komið setgals í okkur hérna. En Haraldur gjör svo vel. Já, forseti, ég ætla að tala um þetta alvöru. Þetta er alveg fullt alvöru. Gríni. Þetta er alvöru mál, forseti. Mér finnst það alveg allra athygli vert og Bryndís hefur reyndar nefnt þetta við mig áður hvort að þetta verkefni séu réttum stað. Og mér finnst alveg með að ræða það. Það eru hins vegar bæði kostur og gallar við það. Ég vil það bara vekja athygli á því í mínum huga. Kostirnir við það að þetta væri hjá ríkinu sá að þetta mörgum sveitarfélögum mjög erfitt verkefni.
og af því að þau eru bara smá og eiga erfiðleikum með að búa til það er nútímalausnir sem að þarf til þess að meðhöndla úrgang á nútímalegan hátt. Og það er líka gæti verið kostur hvað varðar til dæmis eins og þetta verkefni sem við erum í núna að þurfa að vera að semja við önnur svæði það að skipta þessum resursum dálítið á milli okkar, nýta hagkvæmni heildarinnar og stærðarinnar. Það væri auðveldara sjálfst fyrir ríkið að segja að það eigi að vera urðunarstaður í Ölfusi, gas- og jarðgerðarstöð í Álfsnesi, sorpbrennsla á Reykjanesbæ og svo framvegis. Gallinn við þetta er hins vegar sá að ég er ekki viss að ríkið myndi segja þetta. Ég hugsa að ríkið myndi segja að því það er einfaldast og ódýrast að urðunarstaðurinn yrði bara áfram í Álfsnesi. Og við hefðum þennan ágættu urðunarstað fyrir framan nefið okkur aldur og ævi. Það að semja við ríkið eitthvað er bara nánast ómögulegt. Og það er held ég hættan. Og að hagsmunir nærsamfélagsins eins og þarna er greinilega að ræða að nálað okkar við urðunarstaðinn í Álfsnesi að á það er ekki hlustað. Þannig ef þetta á að fara svona yfir sem að mér finnst alveg hægt að ræða að þá þarf að ganga frá slíkum hlutum mjög vel. Því að ég er alveg klár á því ef að urðunarstaðurinn í Álfsnesi hefði verið rekinn af ríkinu þá hefði ekkert verið neitt gert neitt eigendasamkomur á lokuns. Það hafði aldrei nást. Og síðan myndi mér á sjálfsögðu ekki hugnast það að það verið ríkisreknir sorpbílar. Þannig að ég held að hirðingin yrði alltaf að vera á vegum sveitarfélaganna en það verður hugsanlega hægt að finna einhver leið til þess að stóra úrvinnslan eins og gæti verið hjá ríkinu. En þetta eru gallindar og þetta er ekki bara klippt og skorið en mér finnst alveg sjálfsagt að ræða en þá þarf líka að ræða það með kostum og völlum. Og engu gríni forseti. Þetta var alls ekkert grín að minni hálfu, en annars er það ekki svo vel. Já, það er nánast óþarfi fyrir mig forseti að koma í pontu því að ég var aðeins svo sein að biðja orðu og bæjarstjórinn náði orðinu undan mér en hann er eiginlega búinn að segja nákvæmlega allt það sem ég ætlaði að segja. Ég ætla kannski bara að bæta við það aðalatriði í þessu er ótti minn við að nær samfélag myndi algjörlega missa röddina inn í sorpmálin og frágang og eyðingu úrgangs og hann nefnir náttúrulega Álfsnesi að það væri mjög ólíklegt að ríki hefði náð þeim álíku sem við þó erum að ná í því með mikilli baráttu. Sporin hræða. Við höfum bara alls konar dæmi fyrir okkur samskipti sveitarfélaga og ríkisins og ég er bara, þó ég vil ekki mála skrattan á vegginn, að þá er ég ansi hrædd að þetta yrði erfitt að ná inn rödd sveitarfélagana þarna inn í þetta dæmi. Svo ætlaði ég nú að segja eitthvað annað þetta en fór svo með mig, það var eins og maðurinn hefði lesið hugsanir mínar. En auðvitað ræða þessi mál og þó að ég sem sagt sé ekki ginnkeypt fyrir hugmynd bæjarfulltrúa Bryndísar í þessu máli, þá um að gera að ræða málið en ég held að það þurfa að fara mjög varlega vegna þess að auðvitað er þetta stórmál, það skiptir auðvitað ríkið og allt samfélagið á Íslandi og við tölum bara allan umheiminn máli hvernig við umgöngumst náttúruna í tengslum við úrgang og hvað þetta ég nota ekki réttu orðin í þessu ég valdi setja í stjórnsorpu en rusl, þetta er rusl að það vera að tala um eitthvað svona, að auðvitað er það ríkir náttúrulega að setja og við hlýðum náttúrulega þeim lögum sem eru sett og allt það, en ég einhvern veginn held að þessu sé betur komið nær sveitarfélögunum heldur en hjá ríkinu og svo ætla ég bara að segja að ég þarf enga umræðu það, ég er algjörlega kategórist á móti því að það verði einkavætt
hjálpiði mér. Urðun og brennsla og bara þetta sorpdæmi. Ég treysti mig algjörlega til að vera á móti því bara hér og nú og alltaf. Bryndís, gjör svo vel. Má ég leyfa Kolbrúnu að vera á undan? Nei, hún ekki næst, sko, þá það Sigrún. Nei, ok. Afsala mér orðið. Allar afsalaður orðin. Já, heyrðu forseti, ég var nú einmitt bara á þeim forsendum að ég vildi nú kannski bara ljúka þessari umræðu sem að ég hafði startað og þakka fyrir að fá þáttöku og fá fram sjónarmið bæjarfulltrúa um þetta mál. Ég held að forseti bæjarstjórnar hafi ekki verið að reyna að segja neina brandara hérna áðan þó sumir hafi litið svo á. Og ég ætlaði sko að vera honum algjörlega ósammála, þó ekki alveg sömu forsendum og bæjarfulltrúi Anna Sigríður. Sko, sorphirðan getur til dæmis vel verið einkavædd að því marki að ef að sveitarfélögin skipuleggja það eins og er hér, að bjóða það út. Að sama skapi kann vel að vera alveg eins og sko pappír er seldur til einhvers einkafyrirtæki sem tekur svo að sér endurvinna það. Þá er alveg hægt að virka einkaframtaki að einhver leyti. En það ef að einstaklingar ætti að fara að ráða við hvernig versla og hver kemur og heyrðir sorpið og það þarf eitthvað 1.000.000 bílar að koma inn götuna út af því að fólk er að versla við sitt hvor fyrirtækin og svo reynir fólk að komast undan því að fara með eitthvað sem kostar pening og brenna í garðinu sínum eða urðir sjálft eða býða ekki alveg upp í þandans. Þannig að ég er sammála bæjarfulltrúi Önnu Sigríður það þarf að vera utanumhald af hinu opinbera. En punkturinn minn kannski gekk ekki síst út af það að það eru á herði ríkisins að innleiða alls konar reglugerðir sem flestar koma nú frá Evrópusambandinu það hvernig að standa svona málum. Og þegar við lítum á umhverfismálin okkar og gróðurhúsalofttegundir þá er sko fyrir utan samgöngur og sjávarútvegin okkar þá er sorp stærsti þátturinn að menga. Og þarna eru tækifæri, veruleg tækifæri sem við verðum að bregðast við. Auðvitað er gas- og jarðgerastöðin okkar eitt tækifæri í því, en það er bara í þessu stóru sveitarfélögum hér. Og ég held að þetta hafi ekki verið mikil skynsemi þegar lítil sveitarfélagi eins og tökum sem dæmi Vestmannaeyjabær sem átti brennslustöð, það þurfti að loka vegna einhver ákveða og þá er allt í einu talið umhverfisvænna að sigla með sorpið með þar leiðandi útblæstri og mengun, keyra það svo hingað upp í Álfsnes til að urða það hér. Það hlýtur fyrir að sjá, þetta nær engri átt. Og svo verð ég nú bara að segja það, þrátt fyrir þetta verkefni hafi verið á herðum okkar og ég hrósaði hér okkar fulltrúum og þau hafa staðið sig vel, að þá finnst mér þannig bara uppkunnavert að við hér á þessu stóra höfuðborgarsvæði séum ekki komið lengra í flokkun. Ég verð bara að viðurkenna það, finnst það uppkunnavert. Kolbrún, gjör svo vel. Já, forseti. Ég vil fagna þessari umræðu sorphirðu og sorphirðumál og hvar þau séu best, á hverja herðum þau eiga að vera. Ég sit í stjórn Sorpu fyrir hönd Mosfellsbæjar og mér finnst það eiginlega bara brjálæðisleg ábyrgð falin í því verkefni að sita í þessari stjórn. Og mér finnst það mjög mikilvægt að við eigum þetta samtal og ég bara fagna allir þessar umræðin sem búið að eiga sér stað hér í dag. Við eigum að tala miklu meira Sorpu, við eigum að tala miklu meira þessa flokkun, við eigum að vera komin miklu lengra í allir flokkun. Fólk er farið að kalla á plast flokkunni, vilja fá að henda plasti svo vel fari. Það verkefni er í ferli og við erum vonandi bara að fá niðurstöðu úr því. Það er næsti fundur í stjórn Sorpu byggðasamlags er á föstudagsmorgun klukkan 7:30 og við eigum fyrst og fremst sem byggðasamlag, menn við erum ekki, ríkið er ekki að reka sorphirðuna eða sjá sorphirðuna, við sjáum það sjálf sem hluta af nærþjónustu við íbúa. Svo bara vil ég ekki frekar ræða það hvort að ríkið eigi að koma kannski meira að þessu okkur til aðstoðar, ég veit það ekki, þetta er barningur, þetta er sannarlega barningur og fulltrúi íbúahreyfingarinnar tala það verið flókið, þetta er vissulega flókið mál, þetta er alheims vandamál og ég veit það að við erum að vinna með miklum sérfræðingum í stjórn Sorpu sem að þeir starfandi hjá Sorpu byggðasamlagi, það vinna miklu sérfræðingar og innan sveitarfélagana eru sérfræðingar sem koma að þessum málum.
þetta er stórt og flókið mál eins og oft sagt hér í þessari pontu. En ég held að ef við náum þessu eins og bæjarstjóri var að lýsa áðan og við náum að fylgja eigandi samkomulaginu eins vel og unnt og bara eins vel og á að vera, að þá náum við þessu mögulega gas- og jarðgerastöðin í Álfsnesi og allir urðum verið hætt þar árið 2020 síðasta lagi. Urðunarstaðurinn færist yfir á Suðurlandið og í miklu minna magni heldur en hefur verið gert hér upp á Álfsnesi. Við erum búin að taka kúfinn af núna áður en að gas- og jarðgerastöðin var til, að þá náttúrulega fór öll urðun fram þar. Suðurlandið að fá bara brota því sem að fer ofan í jörð hjá þeim með við hvað fór ofan í jörð í Álfsnesi. Þannig að, og síðan brennslan á Suðurnesunum. Þannig við náum þessum hring, þá ættum við að ná svona ásættanlegu form og ná tökum á sorphirðinni og flokkuninni allir hér á höfuðborgarsvæðinu. Og megum ekkert líta neitt léttvægt á þetta. Það er bara, við þurfum að tala miklu meira þetta og ég segi bara sjálf að mér dettur ekki í hug að fara á einn einasta sorpufund eða fund hjá byggðasamfélaginu nema að tala við mitt bakland áður. Af því að við eigum bara mikill hagsmuna að gæta Mosfellingar í varðandi sorpu og urðunina á Álfsnesi. Og þetta er graf alvarlegt mál eins og hefur komið hér fram og við erum að tala um fasteignaverð, við erum að tala um óánægju íbúa í Leirvogstungu og hérna með fram ströndinni og bara þessi rykt sem kemur yfir bæinn og það er bara ýmislegt sem að hefur mátt fara betur, sannarlega. Og við þurfum bara að vera mjög vakandi yfir þessu, við þurfum að fylgja þessu mjög fast eftir og ég vil hrósa bæjarstjóra fyrir það og hérna, af því að þarna, af því við nú vorum að tala um faglegan bæjarstjóra áðan, en við þurfum líka að hafa bæjarstjóra sem er með hjartað á réttum stað. Og það má hann eiga. Við erum að reka bæinn hér, það var nú eitt mál hérna í bæjaráði í annarri fundagerð, það sem var nú ekki rætt áðan, við ætlum að fá hrósa bæjarstjóra fyrir það að hann er nú að berja á ráðuneytunum sem við eigum samskipti við sem ekki ganga vel. Það var nú ágætis niðurstaða okkur í hag, það var ekki nefnt hérna áðan, en við þurfum að svona með þrjóskuna og ástríðuna vopni, þá náttúrulega rekum við þennan bæ hér áfram í samvinnu við og samstarfi við öðnu bæjarfélög. En þetta er vissulega svolítið á okkar herðum og ég finn það inn í stjórn Sorpu, þá er fólk svolítið bara svona, þið vita það að fulltrúar Mosfellsbæjar eru með hávaða og læti og þurfum bara að hafa það áfram. Og það er bara þannig. Og þess vegna þetta er okkar mál, þetta er við erum að greiða úr þessar ákveðin flækju sem hefur átt sér stað þarna upp á Álfsnesi. Þetta hefur ekki gengið nógu vel og vonandi er að greiða úr þessu málum núna. Gas- og jarðgerastöðin mun rísa, það verður fundin nýr urðunarstaður og brennslustaður á Suðurnesjum og þá vonandi náum við einhverju góðu tempói sem er viðunandi. Þannig að það er svona allavega mín framtíðarsýn og mér finnst eiginlega það að bara að sitja þarna og leiða þessi mál áfram fyrir hönd bæjarins eru bara gríðarlega mikil ábyrgð og ég er ekkert að gera lítið úr því að það sé eitthvað minni ábyrgð að sitja hér í sveitarstjórn eða bæjarstjórninni, heldur bara að þetta er bara miklu stærra mál heldur en einhvern veginn bara maður gerir sér grein fyrir. Og þar megum við sem bara fulltrúar og bara við sem Mosfellingar alls ekki sofna verðum. Þannig að ég veit að ríkið myndi aldrei einhvern veginn hafa kannski akkurat þessa sýn, en ég kannski kalla eftir meiri stuðningi fyrir ríkinu og meiri svona einhverja stefnumótun eða hvað við viljum gera hér á Íslandi yfirleitt. Takk fyrir. Ég ætla ekki að sjálfum mér orðið. Já, Bryndís kom nú inn á það að hluta til það sem að ég kannski var kjarninn í því sem ég átti við. En það sem að ég aftur á móti tel að við þurfum að skoða enn betur, það er bara okkar ábyrgð sem einstaklinga sem að erum að henda frá okkur. Mér finnst mjög athyglisvert að fara á móttökustöðina niður frá og sjá hverju fólk er að kasta óflokkuðu í óflokkaða gáminn og það er ekki verið að hafa fyrir því að flokka niður, heldur er bara valin svo leið af mörgum að manni finnst að setja allt í óflokka og það er einn dýrasti farvegurinn fyrir sveitarfélögin því að það fer allt til urðunar í staðinn fyrir að það fari einhver úrvinnsluleið og því finnst mér að
þessi ábyrgð einstaklingana og fyrirtækjana sem að senda frá sér sorpið vera eitthvað sem þurfum við að taka hugsanlega stífar á og bara þessar kannanir sem hafa verið gerða hjá sorpi að skoða hvað í þessu bakkaða sorpi sem að koma til urðunar, að það mjög athyglisvert að sjá það sem að koma í þeim pökkum, ef að svo má orðið komast, og á alls ekki að vera þar. Og þetta eru hlutir sem að þarf að horfa mun meira til þessar ábyrgðar og þannig að það nú kannski það sem að ég held að þau þurfa að horfa meira til hver ábyrgð þeirra sem að láta hlutina fara frá sér. En þó að ég stilti því þannig upp að það er að tala um breytingar á fyrirkomulagi og að þá sé ekkit endilega sjálfgefið að vera að horfa alltaf til ríkisins það að leysa hlutina fyrir okkur. Við þurfum að skoða þetta á heimavelli og það er þá frekar að færa þetta niður heldur en fjær okkur. Annað sem að ég vænti og þessari vinnu sem að Kolbrún var að tala að þegar að vera að tala þessari flekkari úrlausnir hérna á höfuðborgarsvæðinu að við náum meiri samræmingu heldur en núna. Það verið að kynna þessa leið í einu sveitarfélagi, aðra í því næsta og þriðju lausnina í því þriðja. Og þetta ekki boðlegt fyrst mér. Ef við erum saman í sorpsamlagi og við að reyna allt sem að við getum það á að finna svona bestuna lausnina, ekki endilega ódýrustu, heldur bestu lausnina sem bæði hagkvæm og veitir góða þjónustu fyrir íbúana til þess að koma sorpinu frá sér þannig að sómi sé að og við séum að flokka á ábyrgan hátt og við komum því þannig frá okkur að það sé umhverfisvænt og af samfélagslegri ábyrgð. Og það held ég kannski kjarnin í því sem að við að hugsa þegar við erum að reyna að koma þessu frá okkur og því þarf að það ekki alltaf bara krónur og aurar sem gilda í þessu, heldur það þessi samfélagslega ábyrgð. Orðið laust. Fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs, umræðum lokið, fundargerðin lögð fram. Þá tökum við fyrir síðustu fundargerðina sem fundargerð 263. fundar stjórnar Strætó sem haldin var 7. apríl. Bryndís, gjörðu svo vel. Það spurning hvort það hefur farið til ríkisins eða einstaklinganna. Nei. Forseti, já, ég ætla að halda uppi þeim vana mínum þó að hér séu margir orðin þreyttir og ég bara ætla að þakka háttvirtum bæjarfulltrúum fyrir umræðina hérna áðan. Mér finnst bara mjög ánægjulegt að fá fram þessa umræðu. Ég tek undir með Kolbrúnu að við þurfum að ræða nefnilega þessi mál og það allt og oft finnst mér sem að þau gleymast út af þetta síðast á dagskráni og þetta í mínum huga svolítið stóru máli. Við eyðum stundum allt og miklum tíma í miklu minni mál. En hér til umræðu fundargerð stjórnar frá 7. apríl síðastliðnum og ég því miður var fjarverandi á þessum ágæta fundi og varamaður minn var erlendis þannig að hann gat ekki mætt í minn stað. Ég var reyndar að gegna skyldum fyrir Mosfellsbæ því á sama tíma satt ég fund hjá svæðisskipulagsnefnd. Það hitti bara svo á að hann var akkurat á sama tíma þar sem ég var að fylgja ákveðnu máli úr hlaði. Man getur víst ekki verið á 2 stöðum í einu. En ég ætla þó að bara renna örstutt yfir dagskrána eða allavega 2-3 mál sem ég langar að vekja athygli á. Þarna þjónustukönnun fyrir ferðaþjónustu fatlaðs fólks sem mjög mikilvægt og við erum búin að bíða eftir mjög lengi að geta framkvæmt þessa könnun og ótrúlegt hvað það tók langan tíma en það var erfitt að fá netföng og annað til að safna þetta mál. Eins og þið sjáið þarna í afgreiðslunni þá verður þetta kynnt hér í viðkomandi nefnd þannig að fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar mun taka þetta á dagskrá. Ég minnist þess ekki að hafa séð að þau hefur gert það en þetta verður sent til þeirra. Mig langar bara aðeins að nefna það því að ég naut það þegar ég fór yfir þessa niðurstöður að 73% þeirra sem nota akstursþjónustuna notast aldrei við hjólastól. Og það bara gott og gilt og þetta auðvitað ákveðin réttur fólks að nýta þessa þjónustu
En mér langar þó að við veltum því hérna upp og ég ætla að hvetja fjölskyldunefnd til að taka umræðum það þegar þau ræða þessa niðurstöðu, hvort að það séu einhverjir í þessum hópi sem að nýta sér þessa þjónustu sem gætu jafnvel nýtt hina hefðbundnu almenningssamgönguþjónustu og jafnvel gæti sú þjónusta nýst þeim betur. Við höfum stoltið talað strætóliða hérna á sínum tíma. Þetta er hvort ég muni eftir þeirri umræðu, það að þjálfa fólk í að nýta almenningssamgöngur. Mér finnst það mjög verðugt verkefni því við vitum auðvitað að hver akstur í þessu kostar meira en hinn hefðbundni almenningssamgöngur og við höfum líka boðið núna upp á árskort fyrir aldraða og öryrkja þannig að þeir geta keypt árskort í gula vagnin með hagkvæmum hætti þannig að mér langar að hvetja fjölskyldunefnd til að ræða þetta. Ég er ekkert endilega að segja að þetta sé einhver einn stór lausn en hvort að þetta sé einhver tækifæri. Svo langar mér bara að benda á það að það ríkir, hægt að segja, almenn ánægja með þessa þjónustu. Út af því hún hefur nú mikið verið í umræðinni á undanförnu og langt flestir eru frekar ánægðir eða mjög ánægðir. Margir auðvitað sem segja svona bara bæði og, en það er ekkert rosalega stór hluti sem er óánægður eða mjög óánægður. En það er þó alltaf eitthvað og það er helst þegar kemur að tímamálunum eða stundvísinni og það verður náttúrulega bara að segjast eins og er að við getum örugglega gert betur í þeim efnum en það er alltaf þannig að þegar við erum með svona þjónustu, við erum með viðkvæma þjónustu við erum að keyra hérna í umferð sem er orðin mjög mikil á köflum að það að halda uppi alveg ákveðnu tímabæli og bíllinn komi alltaf þegar ætlast er til örugglega bara óraunhæft. En mér er ekki með þess að segja að við höfum auðvitað alltaf að keppa staði að veita sem besta þjónustu. Þannig ég vildi bara vekja athygli ykkar á þessari könnun. Í lið númer 2 er vinnustaðagreiningin og þar er bókað að það sé jákvæð þróun sem átt sér stað frá árinu 2016 og öllum sviðum sem greiningin tekur til. Starfsævina hefur aukist og vinnuálag og streita minnkað og stjórn lýsir yfir ánægju sinni með niðurstöðu könnunarinnar. Og mér finnst líka mikilvægt að við hér sem eigendur Strætó séum upplýst þetta. Þetta fyrirtæki var nú mikið í umræðinu á sínu tíma og mikið til vegna starfsóánægju og svona ólgu á vinnustaðnum og það er ánægjulegt að sjá að við virðumst hafa náð ágætis tökum á því efni. Ég held að það sé kannski ekki neitt meira það er auðvitað fullt meira hérna í fundargerðinni en þetta voru kannski þeir liðir sem ég langaði helst að benda á. Kolbrún Gjörsvel. Já, takk forseti. Mér langar aðeins að ræða undir þessari fundargerð af því að Bryndís var að tala þessa könnun sem var gerð á meðal notenda og sem sagt þá langar maður til að ræða ferðaþjónustu fatlaðra eða fyrir fatlað fólk og Strætó. Þannig að þegar Bryndís stóð hérna í pontu og var að tala þá myndi ég eftir frétt sem ég sá í hvort það hafi verið gærkvöldi eða í fyrrakvöld á RÚV. Þar var viðtal við mann í hjólastól, sem bundinn í hjólastól, hreyfihamlaður og hann sem sagt notar almenningsvagnana, bara venjulegan Strætó og mætti svo sannarlega nota ferðaþjónustuna, hann hafði fullan rétt á því. En það var svona rifjaði upp þegar sveitarfélögin tóku yfir ferðaþjónustu fyrir fatlað fólk að þá var þetta hugsað sem svona tvennt. Það var sem sagt þjónusta fyrir þá sem þurfa mjög mikla þjónustu og geta alls ekki farið sjálfur út á strætóstöð og nýtt almenningsvagnana. Og mér fannst það bara svo eitthvað aðdáunarvert að heyra í þessu manni, viðtali við hann, en það sem hann var náttúrulega að vekja athygli á var að það kom annars slagi fyrir að það var ekki rampur upp í vagnana. Það hafði komið fyrir að hann tekur alltaf, hann greinilega fer alltaf tímalega á stað, þarf að sækja einhverja fundi og það hafði sem sagt fréttakonan sem talaði við hann og hann var að vekja athygli á því að það vantaði stundum rampa og það hafði bara komið of oft fyrir á mínu mati, en svo var sýnt bara fylgdi mynd fréttinni þar sem að vagnin stoppar og rampurinn er tekinn fram og þetta er greinilega mjög lítið mál og hann keyrir sinn rafmagnshjólastól upp í vagnin. Og allt fór og þannig að sú ferð fór mjög vel. En mér fannst þetta bara svo mikið til fyrirmyndar og þetta er svo vonandi hvatning fyrir aðra í sömu sporum að nota almenningsvagnan okkar þrátt fyrir það að vera bundin við hjólastól og það var einmitt þannig sem við hugsuðum þetta.
að þessi þjónusta sem að hérna, við erum að veita ferðarþjónustan fyrir það fólk sem að hérna, sem sagt ávið kannski andlega erfiðleika stríða en þeir sem eru hreyfihamlaðir, bundnir í hjólastól og geta farið sjálfur út á strætóstoppistöð og tekið almenningsvagnin þetta náttúrulega má ekki koma fyrir að það sé ekki rampur inn í vagnin, þannig að hann komist ekki leiða sinnar. Þannig að ég einhvern veginn svona, ég glæddist mjög að sjá þessa viðtalið þennan mann og hvað hann var hérna brattur og duglegur að nota kerfið og hérna við erum bara vonandi að þetta verði fleirum hreyfihömluðum og þeir sem eru bundnir í hjólastól til hérna sem hvatning að nota kerfið. En auðvitað má það alls ekki koma fyrir að þegar loksins vagnin kemur að það sé ekki rampur upp í hann. Þannig ég svona skora á hérna, okkar fulltrúastjórn Strætó að skoða þetta mjög alvarlega og þetta kom ekki fyrir að það séu rampar þá í öllum vagnum. Bryndís Kjósval. Já, forseti, ég bara þakka bæjarfulltrúnum fyrir þessa ábendingu. Ég sá ekki þessa frétt en það vissulega svo að ég stóð í þeirri meiningu að það væru rampar í öllum vögnum. Við höfum verið í verkefni með sjálfsbjörgu og það reynda gengur allt og hægt. Einmitt að tryggja það séu rampar í vögnunum og ef að það einhver brotalum á því að þeir séu þá vel merktir hvaða vagnar eru með römpum. Og ég held að það sé í rauninni ekki stóra málið en samkvæmt þessu þá þurfum við greinilega að gera eitthvað ennþá betur í því en þá kemur kannski að málefnum okkar sveitarfélaginu og það eru aðgengismál og ferlimál almennt í sveitarfélaginu, það er að segja aðgengi út á stoppistöðinni og hérna þar megum við alveg leggja okkur enn betur fram og hérna við höfum svo sem rætta hérna sérstaklega með miðbæinn og tekið hann áður í gegn og kannski bara komið tími til þess að fara aftur yfir slíkt hvernig aðgengi hér í miðbænum okkar, brúnir og annað upp á gangstéttir og þess aftur, þannig að ég held að það væri bara mjög verkefni að skoða líka. Já, takk fyrir þetta. Ég óttast að sumir eldri vagnarnir séu ekki með þennan búnað. Fleiri sem óska þess að taka til máls, ef svo er ekki, þá er umræðum lokið. Fundargerðin lögð fram. Fleira liggur ekki fyrir þessu fundi. Ég þakka fundarsettuna og segi fundi slitið.